ég var alveg þunglindur, sko. Bara suicidal gaur, sko, í mörg ár. Þegar ég var á Vogi, þá kom, sko, yfirlæknirinn inn og sagði, hvað segið þið í dag? Við vorum held í 3-4 saman í herbyggi og við sagðum allir bara fínt. Hann var með einhvern svona kandidat með sér og hann snýr sér og hann sagði, hvað eru þessi menn að gera hérna? Fyrst þið segja allt fínt. En máli var, mér bara leið eins og ég á annar, sem var ekki vel. Jú, sælötsumul og verið velkomin að tækjunum. Reynir Fyndal Gretarsson nafn sem ég heyrði fyrir allt svo ekki löngu síðan, bara svona svo ég gef ykkur mína hlið að því hvernig þessi þáttur kom til. Mér var bent á Reyni, ég googlaði manninn, sá fréttum að hann keypti hlutabréf fyrir milljardum daginn og stofnaði Creditinfo, fyrirtæki sem ég hef aldrei skilið og ekki haft neitt sérstakann áhuga á því að skilja. Svo mér lá ekki beint á því að fá hann í stólinn við þessa heimildavinnu, en í ljósið þess að mér var bent á Reyni úr 3 mismunandi áttum, þá virtist eitthvað meira að vera á bak við tjöldin sem var svo sannarlega raun. Við létum bara vaða, létum verða að þessu. Reynir kom hingað og fór yfir samband sitt við peningana sem hann hefur eignast og af hverju hann vill hvorki vita á tilvist þeirra né stjórna hvert þeir fara. Af hverju leiðilega orðin svo greiðslumiðlun, eignaskráning og upplýsingar lánveitendur skipta gríðarlegu máli fyrir heilbrigt samfélag og hvernig Creditinfo leysti þennan vanda, ekki bara á Íslandi, heldur út allan heim. Hvernig Reynir lærði mannfræði og þróunarfræði áður en hann fór með Creditinfo til Afríku, ásamt því að læra frönsku og grísku. Við heyrum sögur frá Kabul og Teheran og af hverju hann keypti sér sveitabæ fyrir peningin sem hann fekk fyrir söluna á Creditinfo og mokaðar skít og gróðsettu tré á daginn. Ég geri ekki neina kröfu á þig sem hlustanda varðandi þennan þátt, en ég mæli með því að hlusta alla leið til enda, því þegar ég hélt að viðtalinu var að ljúka, fór af stað umræða sem setti allt viðtalið í samhengi. Þannig að ykkar vegna, takið þennan til enda. Það eru svo 3 ástæður fyrir því að þú ert að hlusta á hana þátt. Tjónlausir viðskiptavinir Sjóvá fá hluta sinna iðgjalda endurgreidda ár hvert. Það og frábær þjónusta sem við fáum hjá Sjóvá ástæða þess að Sjóvá tryggir ánægðari viðskiptavinni tryggingafélaga 5. árið í röð. Og Lífa, hágæða, ítalska, ólífuolían og vörumerkið. Ólífa ekki bara olía, heldur ólífuveldi sem að þrýstir hágæða vörum inn á íslenska markað öllum í hag. Og ekki nóg með það, heldur opnar Ólífa La Madre Pizza í byrjun júlí, bæði á Suðurlandsbraut og í Krónunni. Þar kynnt inn glæný pítsuupplifun á Íslandi en La Pala pítsur njóta mikilla vinsælda á Ítalíu. Vandaðar handverks, pítsubotnar og sérvali ítalskt gæðahráefni ekki öðru að búast frá Ólífa fjölskyldunni. Svo bannað að vera í fílu í sumar, hjá Kemi færðu efnin í ferðasalinn sem tryggja ánægilegt sumarfrí. Kíkt á kemi.is. Takk fyrir að hlusta, Reynir Fyndal, gjörðu svo vel. Já, þetta svolítið hæpið, sko, að byrja á mánudagsmorgni í svona, en ég held ég sé klár, sko. Ég held að þú verður svona maður sem að gerir ekki greinamun á sunnudegi, laugardegi, mánudegi, föstudegi. Jú. Ekki eins skýran og flestir aðri, sko. Nei. Ég er ekki í fullri vinnu lengur. Nei. Og ég svolítið gera svona það sem að mér langar, sko, og það getur alveg verið helgi, sko, þá er ég að hringi mitt fólk og segja, ég hugmynd, sko. Já. Það enda skrifstofamaður í þér, sko. Já. Það er skrifstofan hans lengi. Já. Öll þessi ár. 25 ár. Já. Eða, en mér finnst eiginlega skemmtilega samt að vera bara að smíða eða gera einhvern anskotan. Já, hvað ert að gera svona helst í dag? Hvar er áhuginn? Sko, ég keypti mér jörð upp í Mosfellsdal í fyrrasumar. Út á landi? Það er út á landi. Það er, sko, ég er 18 mínútur að heiman þangað að keyra. Yfir 15 þá er þetta sveit. Já, rétt. Og ég er ég var alla páskana var ég að móka skít út úr haughúsinu. Já. Það er með betri störfum sem að ég tekið, sko. Að því að þú ert að móka skít í burtu. Þú sér svo rosalega vel árangurinn og svo að endan og þá, þú veist, tekur að háþrýstistalinn og þrýfur allt og gerir fínt. Að ég ætla að breyta fjárhúsinu í íbúðir. Og þú ætlar að gera það sjálfur? Já, miklu liti. Með pappa þínum? Já. Hann er húsasmiður? Já.
Þannig þú ert hættur í skrifstofustarfinu og þú ert komin bara í þú bara fyrst skóplu í hendunar. Já, sko, ég komin kannski að eftir, sko, ef við ætlum að tala saman í 90 mínútur, við erum búin að klára allt, sko, að já, ég stofnaði fyrirtæki, seldi hlutaði, svo seldi ég meira og er svolítið að gera bara það sem ég vil og en sko ég er ekki hættur í, en það er meira þannig að ég reyna að vera svona eins og afi eða amma, veist, ég á eitthvað í þessu en ég get komið og skipt mér af eða gaman og eitthvað svona, en eða skýta litt þá segir ég bara, gjör svo vel, sko. Það fyrir að móka skít sjálfur. Já, þá er ég farin bara í eitthvað annað, sko, ég get það. Einmitt. Og það er alveg viljandi að því að, sko, ég er nefnilega, ég er svo gamall, sko, ég var hérna bæði þegar .com-bólan var, 99-2000, og síðan hrunið 2008. Þannig að ég hef séð, sko, hvernig velgengnin hefur farið í menn, suma, sérstaklega peningaleg og það er yfirleitt þannig að, þú veist, þegar menn fara að græða peninga þá þurfa að græða meiri peninga og það er svolítið eins og búddistarnir segja það sem þú átt, það á þig tilbaka, það er svolítið það sem gerist, þannig að ég vel það að reyna að halda svolítið fjarlægð við, ég seldi hluti í kreditinfo fyrirtækinu mínu og það eru vinir mínir sem er að stýra því. Hákon Stefánsson er framkvæmdastjóri, vinur minn síðan á menntaskóla, ég er bara með fólk sem ég tristi 100% og hann tekur og þau ákvarðanir hvað að gera og ég er svona spurður, er sama þú gerum þetta og ég hef alltaf sagt já. Mér er sama. Já, bara ertu viss og stundum segja, ég held að þetta sé ekki sniðut, sko, en gerð það sem vilt. Til að, þú veist, halda svolítið fjarlæg, sko. Einmitt. Og svo er það náttúrulega líka þannig að svo er margir að hafa samband við mig og segja, viltu koma inn í þetta og eitthvað, þá get ég sagt, talað við Hákon og þá getur hann sagt nei ef þetta er ekki gott, sko. Þú ert svolítið að halda fjarlægð. Já. Og það er svolítið ástæða fyrir að ég er að byrja í rauninni í nútíðinni frekar heldur en að fara strax í að rekja söguna þina út af því þú ert á svolítið áhugaverðum stað núna eftir alla þessa vegferð. Þú ert búin að breyta ansi vel til, ég meina það mætti bara frekar, þú ert nærði að vera bóndi eða smiður heldur en einhvers konar frumkvöðl akkurat núna. Já. Með að við svona daglega störf. Já, sem ég geri og það sem ég er gaman að, sko. Akkurat, og síðan segiru þessa búddasetningu, allt sem átt á þig á móti. Já. Hefur einhvern tímann blindast af peningum? Er þetta eitthvað sem þú hefur þurft að læra af eigin reynslu? Sko, ég held ekki, sko. Það frekar að ég hef séð svona vítin til að varast þau. Ok. Og sko ekki halda þó ég nefni eitthvað búddadæmi og sé sveitinni að sko það er ekkit, ég er ekki að ganga á kólum með eitthvað nýjaldar dæmi, sko, í gangi en ég bara reyna að hafa vita að ég hrífast ekki ómikið með í einhvern heim sem að, sko, til mér í síðustu viku þá á banki sem að bauð mér að koma til útlanda að kynnast ákveðin starfsemi og boðið og maka með og eitthvað svona og ég finn bara ekki lungur til þess ég vil frekar vera upp frá að smíða eða ég reyna að velja bara það sem að veiti mér ánægju og ekki það sem er eitthvað svona flott eða networking, ég þarf þess ekki, sko. Þarna varu margir sem var eitthvað svona, hörru, nú er ég að missa af mikið FOMO, þetta getur verið tækifærið þarna og kynnast þessum og hinum. Já, já. Þannig að þú situr bara nokkuð þægilegur í eigin skinni. Já. Hefur alltaf gert? Nei. Ekki að mikið. Sko, það var að tala um að þú hefur séð .com-bóluna 2000, aldamótin og 2008. Þú, þarna rétt fyrir .com eða aldamóta bóluna, þá stofnar þetta eigið fyrirtæki. Já. Lánströst. 97, já. 97. Já. Hvað kemur til? Út af þú áttir ekki hugmyndina? Nei. Ég
Sko, eitt ég með vítin. Já, til að varast. Ég einu sinni, það var svona sennilega 2007. Þá var ég í ákveðnum viðskiptum í London og var svona, það var að hafa kunningi minn var með fyrirtæki og hann var sem hann hafði áhuga að selja einum Íslendingi, þetta var erlendur aðili og ég var að greiða fyrir því og Íslendingur bauð með far heim í einkaþotunni sinni frá London. Svoleiðis far. Og hann talaði peningana sína hvað hann var búin að græða mikið og svo þegar við erum að lenda þá kveikir hann símanu sko og byrjar og hann með bílstjóra sem byrjar að keyra honum beint í vinnuna, þetta 9 kvöld eitthvað svo leis og svo keyrir bílstjóra mig heim og ég fann það bara svo mér fannst þessi maður verið bara farin sko. Ég veist bara, nú fer ég bara heim til fjölskylduna ég þarf ekki að vera að pæla í þessu hann bara þú veist, hann ekki að fara hann peningarnir eiga hann Einmitt. og svona hræðir mig sko. Það hræðir mig þegar ég sé sko með græði eitthvað og allt í einu halda séu eitthvað betri en aðrir eða þeir séu nauðsynlega til þess að heimurinn snúist en staðrindin svo að græða mikið peningum sko marga milljarða það fyrir mér rosalega mikið peningum þá þarftu að vera sko annarkvort heppin eða bara bói það ekkert nóg að vera duglegur og leggja sér fram og klár sko. það allt fullt af fólki sem það en á ekki marga milljarða þú þarft að vera heppin líka og þannig að við eigum ekki að segja vá, þessi svo ógeðslega flottur hann svo mikið peningum sko og hann á ekki að segja ég betur en aðrir að því ég á svo mikið peningum að þú varst heppin þetta ekkert í viðskiptum þetta ekkert mikið öðru sér fyrir mér heldur en lottó eða eitthvað svoleið sko það eru svo margir sem eru klárir og með frábærar hugmyndir og vinna alveg að sér raskatið sko en samt náðu ekki þannig að heppnin vanmetin sem faktor í velgengni. En þá ekki líka mikilvægt að ef maður á eitthvað auka á milli handana að þá deilaði til þeirra sem eru ekki heppnir. Ef maður svona var það að þetta gerðist fyrir að einhverju leiti heppni og ekki bara að maður horfa á sjálfan sig sem duglegri eða klárari heldur en alla hina. Já, og þetta gera það. Og það karma þarna sko. Ég alveg viss að ef þú hjálpar öðrum þá það kemur tilbaka fyrir það sér. En það hins vegar sko það tógar í mann, sko, peningar tóga í mann þeir segja ekki láta mig fara þú veist ekki gefa mig eins og börnum mann segja, skilur það sést það þannig að ég veit vel ríkt fólk sem gefur aldrei neitt þetta ekki í hug, sko, það sé bara ég vann fyrir þessu og ég geti auðvitað gert meira en ég reyna að gera eitthvað, sko Já það einn dæmisaga sem ég að fara það byrja að fara ansi illa með hvað staðrendir og nöfn og staðsendingar varðar en það var sem sagt milljarðamæringur sem heldur stórt boð í höll á einhverju og hann býður höfundi bókarinnar Catch-22 og einhverjum öðrum manni og þeir eru þarna að spjalla höfundurinn og hinn maðurinn og hans eigandinn hérna sem að bjóða okkur gestgjafinn hann græddi meira en þú græddir á sölu bókarinnar til samans á einum degi í gerð og þá sagði höfundurinn já, það rétt verið en hann ég á eitt sem hann mun aldrei eiga og það nóg ég á nóg Já það fín saga sko þetta svona eins og fór ég í viðskiptasendinefnd þetta á 2004 til Úkraínu það var svolítið merkileg sendi nefnd því að fórsetur sér áður hann sjálfur Davíð Oddsson fór fyrir nefndinni og það var valið svona í hana það voru Björgúlfur Guðmunds sem var þá alkóngurinn sko og náttúrulega og fleiri Jón Baldvin var þarna Hannibalsson það er svona endurfundur í honum og Davíð eftir að þeir hafi verið áður í ríkisstjórn en hvað ætlaði að segja? Já,
þannig að þetta var sama safn af mönnum sem áttu, ég held að allir hann nema ég hafi átt sko 500 milljónir eða meirar þá og eitt kvöldi voru svona tala hvað er æskilegt að eiga miklu peninga og menn voru að segja svona 100 til 150 milljónir það er góð að tala þá áttu nóg til þess að geta sagt fokkju við hvern sem allir sé ekki svona tvöfald eða þú veist þetta er kannski 200-300 núna og þannig að þú ræður þér sjálfur eða missi vinnuna eða einhver veikist eða barnið eða eitthvað, þá ertu svona með buffer. Já, ræður svolítið yfir 1 tíma og svona. Já, en þegar það er umfram það, þá er að fara að íþyngja þér aftur. Þá ertu farin á áhyggjur. Og það er þetta sko kannanir sem að, erlendar rannsóknir sem að sýna þetta bæði með eignir og líka með tekjur. Þú veist, hamingjan eykst með hækkandi tekjum, þangað til hún fer aftur að lækka sko. Af því að lífið er svolítið eins og hástökk sko, þegar hún nærði einhverju hæð loksins, þá er bara ráin hækkuð og þú byrjar aftur en hérna þessi menn sem allir áttu meira ég var svona að segja hérna, ef þetta er staðreyndir, hvað segið að hérna, bara gefa það sem þegið umfram þetta þá voru allir að hlæja sko bara, þetta var ruglaður sko þannig að þetta á ekki við okkur. Það er engin hérna eins og ég man ekki hvað hann heitir sem skrifaði Kassen 2 en hann átti nóg hinn mun aldrei að nóg sko og það er svolítið þannig sko. Það er svolítið ræðandi að bara ef þú átt nóg pening eða átt mikinn pening og meiri eins og það sé betra en það er svolítið ræðandi að þú er aldrei nóg. Það er mjög ræðandi. Þess vegna reyni ég að halda fjarlæg við þetta sko. En upplifir þú út að þú hérna hefur verið bara viðlóðin stórt fyrirtæki sem náttúrulega stofnar og eins og Saltpay núna síðast og þess að það er mikið af svona, hvað maður segja ungu fólki sem svona, hefur verið á svipum stað og þú bara með ákveðna væntingar og drauma sérðu að það sé litið upp til bara fólk sem á mikinn pening finnur að þetta er svona aðdánuvert og það sem að fólk að stefnað? Já. Hvað finnst þér það? Sko, það er allir með hégóma. Mér finnst það var gaman þegar fólk segir, þú ert svo flottur, sko. Þú ert að fara í podcast og tala þig og eitthvað svona, sko. Þú ert merkilega sögu. Og það er allt, þú veist, það er allt í lagi þegar einhver gerir vel að meta það. Það er bara þegar þetta verður, sko, eitthvað skonar þegar verður svona misvægi, einhver verður bara merkilegri sem manneskja eða betri sem manneskja en einhver annar af því að hann á eitthvað sem hinn á ekki. Það er ljótt. Og einhver svona sleikjuskapur eða dýrkun eða eitthvað svona. Og eða hinum einn sko hroki yfirlæti. Ég þoli það ekki sko. Þannig að það er sko alveg það er líka sko eitthvað svona fölsk hóvarð er ekki, þú veist, ég hef gert ákveðin hluti sem eru flottir og mikið til út af fólki sem með mér, en þannig ég þarf að viðurkenna það líka sko að ef ég segi, við gerum ekki neitt, þá er ég að gera lítið úr öllum hinnum sem gera það með mér sko, það er ekki þannig en að ég sé eitthvað betri manneskja eða eitthvað svoleiðis, það er allt annað mál eins og sko ég hef gert rosalega mikið af mistökum ég held að það sem hefur kannski gert hjálpa mér þetta mest er að hafa kjark til þess að viðurkenna þegar þú gerir mistök og læra þetta. Það er eiginlega mikilvægara heldur en að forðast mistökin sjálf. Það er ekki alltaf hægt. Er einhver mistök sem að koma upp í huga, einhver dæmis að, þú veist, hvort sem eru rekstri eða bara engalífi eða hvað nú er? Já. Það fletta núna bara í gegnum. Sko, ég er að fletta og flokka og raða og meta hvað maður má segja, sko. En, sko, ég hérna til dæmis bara með peninga, ég var alveg hrifstalur með hérna þegar .com bólan var þá var maður sko
ég átti einhvern svolítið pening og ég fór í eitt bankan í enga eignastýringu sem var bara fyrir þá sem áttu ákveð margar milljónir, þannig þú varst í svona klubb og svo var hringt í þig og sagt, viltu gera hérna framvirkan? Við erum að gera skiptisamninga á dollarum og jeni og þú veist, þetta var svona, en já, kaupum jen, eitthvað svona og hérna, ég náttúrulega tapaði öllu, sko. Mikill peningur? Já, það var allt sem ég átti þá, sko. Ha? Listu bara allt undir? Já, það, sko. Á jenið? Ekki jenið. Nei, á heildar, sko, eignastýringunum. Þegar bólan sprakk, þá kom í ljós að það var einhver fyrirtæki sem ég átti í sem að mistu 90% af verðmætum. Önnur voru einhver óskráð íslensk fyrirtæki sem að Vindorka hét eitt og þú allt í einu sagst einhver bréf sem að voru verðlaus. Og ég tapaði öllu því sem ég átti þá, sem var þó nokkuð, sko, það var einhverju 20 miljóna fyrir sko 22 árum, ungur maður, 27-8 ára, en hérna, það var mist, eftir fannst mér í rosalega vitlaus. Og ég segi bara, af hverju hefði ég átt að geta haft eitthvað forskot á aðra í öllum heiminum að meta líklegt framtíðar skiptiverðmæti í dollar og jena. Akkurat. Algjörlega absúrt, sko. En hérna, svo sá maður þetta, sko, 2008. En ég lærði þessu. Þannig 2008 þegar Íslendingar voru í sumum tilfellum að kaupa í einhverjum skráðum fyrirtækjum, segjum bara þýskum banka og segja við höldum að verðþróunin verði þessi. Þá sástu bara, þú veist ekkert meira um það en sko allar þessar risastóru greiningadeildir úti, sko. Þetta er bara veðmál. Já. Þannig ég átti engin hlutabrif 2008 þegar hérna. Það var 80.000 Íslendingar sem áttu hlutabrif sem bönkum og fyrirtæki sem hrundu. Ég var ekkert Þannig að þú bæði hefur kjark til að viðurkenna mistök og síðan lærir það? Já, líka. Okay. Sumum. Það er svo góð tvenna. Sumum. Já, þetta var þú veist, maður ekki láta sagði einhver, ekki láta góða kreppu fara til spilli, sko. Það sama með góð mistök. Já. Og það hérna eins og þetta, einhvern tíma var ég að segja hérna, einu kunningja mínu sem vinnur í banka frá þessu hérna, 99-2000 þegar ég átti slatta pening, sko, mikið peningum með hvað ég var ungur, tapaði öllu. Hann sagði, þú ætti ekki að vera að tala um þetta. Þetta er, þú veist, svo hérna, þetta er smánalegt einhvern veginn, einhver skömma þessu fyrir mig. En sko, mér þykir svolítið vænt þessi mistök. Og mér finnst, þú veist, maður þarf að gangast við þeim. Svona eins og einhverju lausalegsbarn eða einhverju svona öðru sem hún gerir til þess að verði hlutaður einhvern veginn og læra það. Akkurat. Þetta er bara algjör óefni og eitthvað svona í þessu frá. Það var hægt að gera aftur. Hvað með hina hliðina á peningum, fyrst við erum að tala um fjárfestingar, hefur eitthvað tíma, hver er svona þín besta fjárfesting? Sko, kreditinfo. Við stofnuðum það sem lánstraust saman, við vorum 3, það voru uppalegt hluta, við voru 2 milljónir og þetta var ekki mín hugmynd, sko, það var gaur sem hafði búið í Danmörku og hann glemdi að borga símreikningin sinn og hann var sagt, hann fekk bréf og sagt, ef þú borgar ekki símreikningin þá er það skráð og það getur haft áhrif á því í framtíðinni. Hann sagði, þetta er augljóst, sko. Þetta er snjallt. Auðvitað að vera þannig, ef einhver borgar ekki þá á hann ekki geta bara farið til næsta og ekki borga neinum, sko. Nei. Hann kom með þess að hugmynd hérna heim og talaði við annan sem þekkti mig síðan og þeir fengu nei frá persónuvernd sem getur þetta tölvunemnd á þeim tíma. Tölvunemnd? Tölvunemnd, þá var þetta bara ein manneski í dómsmálaráðuneytinu.
það sem núna orðin sko stofnun, ég veit ekki með hvað marga sko, þetta blása út sko. Sumir segja óþörfu og aðrir segja algjörlega nauðsynlegt sko, að passa vinnslu persónuupplýsinga. En þeir sem fengur nei þá og þeir höfðu ekki efna á alveg lögfræðingi, þannig þeir fóru að spyrja mig, þá var ég bara að læra lögfræði. Varstu ekki einu svona útskrifaður? Nei. En ég skoði þetta og ég sagði að þetta ekki rétt, þá hægt að breyta afstöðu og þeir sagði öllu hjálpa okkur, ég sagði já. Við fórum í það og fengum þá til að skipta skoðun. Þeir sagði, viltu vera lögfræðingur fyrirtækisins? Og mér svona leist ekki alveg á, ég sagði, er að fara, ég klára 5 ára nám, á ég að fara að setja fólk á svartan lista, þú veist. Já, getur þú sagt mér frá svartan lista? Hvernig var staðan, sko, hvað vandamál eru það að leysa hérna? Ég þekki ekki annað en að þetta sé í boði. Já, það var sko, og það var sem þarna að mér, sko, ég var með 5 atvinnutilboð. Það var svona, ég var svolítið svo heppin með það þegar ég var útskrifast og þar voru 2 á lögfræðistofum og þannig að svona ég ætti að velja rétt, vil ég fara í business, þannig ég enda með ég sagði við þá, ég er ekki til lögfræðingur en ég skal vera framkvæmdastjóri. Ef þið þá líka stjórnið. Ef fer ég þetta, bara fer ég þetta fúl. Þeir samþykktu það og sko, en ég ætti að fara gennum hugan, hvað er þetta sem við erum að gera? Er það gott? Bara yfir höfuð, sko. Að því að, og ég er alveg einlæg með það sem að ég geri þarf að vera, það má ekki vera slæmt. Ég er ekki til að reyna að græða pening ef að það er sko vont fyrir annar fólk eða eitthvað svoleiðis, sko. Og það sem að var til á þessum tíma, það var svokallaður svartur listi, sem var bók, þá gefur út bók, með lista, bara það sem voru taldir upp allar fjárnám og uppboð og gjaldþrot og svona neikvæðar upplýsingar frá dómstólum og sýslumunum. Íslendinga. Íslendinga. Og þetta var líka hægt að fá á geisladisk. Þannig að bara sett þetta, eða hvort það voru margir, spóla eða einhvern veginn. Þannig að þetta var allavega einhver diskur sem var farið með niður í reiknistofu bankana og hlaðið þar í tölvu og allir í öllu bankaútibúum sá þetta. Gallinn þarna var sá að það náttúrulega þessum upplýsingum er safnað og það verða mistök. Það er einhver fjárnám sem farið gegn sem að hefði ekki átt að framkama. Það náðist ekki að boða rétt eða eitthvað svona. Og svo eru hinmálið það sem þetta er greitt. Var greitt kannski áður eða er greitt eftir á. Bókin stendur. Nafnið í bókin, það verður hann alltaf. Og þú veist ekkit hver fékk þetta. Hvert bókin fór eða hvað hann var afrituð eða hver hefur þessar upplýsingar. Þannig ég segi það sem við ætlum að gera ætlum að setja þessar upplýsingar í gagnagrunn. Honum er aðgangsstýrt og það er loggað hver fær upplýsingarnar. Þeir sem eru skráðir í gagnagrunn, þeir fá bréf áður, það sem þeim gefur frestur á að leiðrétta og eða semja um skuldina og ef þeir semja um skuld, þá fara þeir ekki inn í gagnagrunnin. Þannig að þetta er sko 100-falt sanngjarnar en það sem var áður. Okay. Og svo var annað sem var áður líka, það var svo kallar ábyrgðarmannakerfi sem að var í rauninu þannig að ef þú vildir fá einhverja fyrirgreiðslu sem gat verið sko, menn voru með ávísanahefti þannig, þetta er sko í 97, 25 mánu síðan að þú skrifaði sem sagt ávísun í stað, þetta ánum kortin voru komin í almenna útbreiðslu og nú svo voru náttúrulega kortin, kreditkort og svo vildu menn geta haft yfirdrátt á bankareikningi, einhvers konar lán sem voru einungis aðgengilega í bönkum á þessum tíma þá þurftur að koma ábyrgðarmenn og ábyrgðarmennin þurftu yfirleitt að eiga fasteign þannig að þú þurftur að fá ömmuðina til að skrifa víxil ef allar að fá ávísanahefti. Þannig að þú varst að þekka eitthvað sem átti sem gat, já, í rauninni veitt við í fasteign. Já, og það var sko þó nokkur hluti af þeim sem voru í þessari svörtu bók, svarta lista,
voru þar að þeir eru verið ábyrgðarmann fyrir einhvern kærasta dóttur sinnar eða barnabarn. Já, þú kannst fara þangað líka, einmitt. Já, og það voru þúsundir sem voru sem sagt, með nafni sitt svert út af góðvild, út af kerfinu sem var. Og þetta var svolítið hvatinn að því sem við vildum breyta, það var að afnema þetta ábyrgðarmannakerfi. Það væru alltaf einhverju aðrir að ábyrgjast og síðan voru menn að ábyrgjast hvern annan á víxl, sko. Já. Til þess að fá einhverju fyrirgjöst og svo ef eitthvað klikkaði þá fóru fleiri með. Nú eða svo var líka þannig að einhver bara vildi ekki borga, þetta var fyrir einhvern annan en hann var að bíða eftir að hann staði sig. Þannig að það var svolítið áhugavert að þegar vorum að byrja, það voru margir sem að hafðu samband náttúrulega reiðir, þér kemur ekkert við mín mál. Það voru mjög margir líka sem sögðu, þeir eru rosalega gott að komið, er með þetta, út af þessu, það er að stoppa suma menn. Það var þannig að þú veist, þegar þú gast bara fengið ábyrgðarmann, þá gast þú verið kannski alveg ómögulegu sjálfur, komst bara með góða ábyrgðarmenn, fyrst lánað. Svo fórst í næsta banka og fyrst einhvern annan ábyrgðarmann því að hinn ætlaði ekki að skrifa aftur upp á fyrir því, sko. Já, og þetta hefur væntanlega auðvelda líka fólki sem var ekki í neinu vandræði með að greiða, eða svo að þeir sem voru bara með gott hæfismat, þeir gáttu sýnt fram á það með ykkar upplýsingum. Já, þetta var... Það var ekki bara þessi svartalisti, heldur líka að segja að ég er ekki á þessum svartalisti. Já, sko, og það var stofnuð sérstökum nefnd á vegum stjórnvalda til þess að taka á þessu ábyrgðarmannakerfi. Þetta var svo ósangjart, bæði náttúrulega gallin að hvað margir voru dregnir niður með einhverjum slæmum og það var til dæmis að hafa sett lög sem voru þannig að sko, ef þú ert að skrifa upp á fyrir einhvern í dag, þá áttu rétt á að vita ef hann er slæmur og lánveitandi þarf að tékka. Það er ekki nóg bara að lána þér peninga því ég skrifa upp á. Þeir þurfa að tékka þér og ef þú ert gjaldþrota eða eitthvað svona, þá þarf ég á rétt á að vita það, sko. Hvað ég er að gera, hvað ég er ábyrgjast. En hinn hliðin að því og það var gefin út skýrsla þetta. Hvað væri hægt að gera skýrsla ábyrgðarmannakerfið. Þannig að þetta var raunverulegt vandamál sem menn er nú búin að gleyma í dag, sko, flestir. Eða vissi ekki af svona þessir yngri. En það er nefnilega mála, sko, að ég, eins og ég sagði á hann, sko, ég þekki ekkert annað en þetta kreditinfo-dæmi og það er eitthvað sem verið að fletta mann upp og þú veist, maður getur borgað fyrir að fá upplýsingar aðra og þér hefur verið flett upp og þetta er bara allt eitthvað svona óþægilegt, sko. Já, út af því að maður átt að sig ekki á því hvaða vandamáli verið að leysa. Já, en sko, vandamáli er þetta, sko, traust er félagsleg eign, social capital og hún virkar í nærumhverfinu ef þú með hegðun þinni og framkomu sýnir að þú ert áreiðanlegur, þá geta aðrir hegða sér í samræmi með það. Lánaðir peninga eða bílinn sinn eða hvað þess að þeir eru komið fjær, þannig að við stofnarnir sem þekkjaði ekki, þá getur ekki nýttir þessi félagslegu auðlind. Og þetta var svolítið þannig áður að bankarnir voru ríkiseigu og menn svona kannski lánaðir ef þú varst í réttum flokki eða pabbi var áreiðanlegur eða eitthvað svona kjaftaði og svona alltaf með ábyrgðarmennina en þú gast ekki sýnt fram á að þú væri áreiðanlegur og það sem að svona fjárhagsupplýsingakerfi ganga út á það er að hjálpa þessum 93-4-5% í hverju samfélagi sem eru áreiðanlegir að sanna það. Þess vegna er til dæmis sko alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og alþjóðabankin og aðra stofnanir að fá okkur til að koma til annarra landa og við erum búin að auðvelda tugum milljóna manna út allan heim að fá aðgang að fjármagni að því að þeir geta farið og sagt skoðaðu mig, ég er áreiðanlegur sem við gátu ekki aftur og þá er hægt að lána þeim. En sko vandinn er sá að hérna það eru sko þessi nokkur prósent sem eru ekki að borga skuldina sína. Þetta er vont fyrir þá. Þeir eru stoppaðir af og þeir náttúrulega borga ekki láni sitt
þá geta þær ekki farið í bíkó og látið skrifa hjá sér sem betur fer. Í fyrsta lagi því að ef þú ert komið ómikið að skuldum, það versta fyrir þig er að þú haldir áfram að safna meiri skuldum. Þú ert búin að missa stjórnin á þínum málum. En síðan er það náttúrulega þannig að þeir sem borga skuldirnar sínar, lánin sín og skattana sína, þeir borga fyrir hina. Þeir borga fyrir þessi 7% sem að gera það ekki. Það er eins og háværi hópurinn og það er til dæmis flokkur mannsins og neytendasamtökin eru til þess að vera sérstaka fulltrúa almennings þegar þeir eru að vinna fyrir þennan hóp. En það er þannig að við erum að vinna fyrir hinn. Við erum að vinna fyrir þessi 93% sem að vilja geta sagt skoða mig, ég er traustur, hvað getur þú gert fyrir mig? Og það er sko framtíðin í þar sem eru engin svona kerfi, þar ertu í besta falli fastur í einum banka sem er með viðskiptasöguna. Já. Þannig er það svona minna þróun löndum. Bara út af þeir þekkja þig? Já, þú getur ekkert farið til einhvers annars og hinn bankin segir bara, ég þori ekki að fá þig Fyrst að hinn er ekki að lána þér, þið vantar lán, þá er það því þú ert ekki góður. Og þú veist alveg hvort þú tala út að kreditinfo er ekkert bara sér íslenskt fyrirbæri, þið farið bara í útrás með íslenskt hugvit. Já, við erum í 25-6 löndum. Mikið til þróunarlönd, Vestur Afríka. Já, Karbi, Austur-Európa, Eystrasaltlöndin. Já, ég er búin að vera, við 2002 byrjuðum að fara til annar landa. Og það var sem sagt hugmyndin að flytja út íslenska þekkingu. Má ég spyrja bara út af þarna á milli, þú eignast alveg slatta pening, er það bara út af að kreditinfo gengur vel? Þú ert ekki að gera neitt annað til hliðar, bara kreditinfo er þitt hugafóstur. Það er ég var hans í fasteignabrasa þegar ég var í háskóla. Ég keypti íbúðir, litlar ódýrar íbúðir og gerði upp og leigði að seldi aftur. Þá var markaðurinn óeðlilega lár, fannst mér, sem reyndist rétt. En fyrst og fremst við seldum eitthvað af kreditinfo hlut. Var ekki Kaupþing sem að keypti? Kaupþing keypti mest, jú. Og það var allt til að stækka fyrirtækið? Fjármagna vöxt. Já, þeir voru að hugsa að þeir vildu búa til svona rating eins og Moody's og Standard & Poor's, við skoðum það og okkur fannst það ekki vera þannig að íslensk fyrirtæki getur fengið svona lánsæfi einkunn fyrir lífeyrissjóðina og aðra sem voru fjárfest í því og okkur fannst það ekki alveg ganga og svo náttúrulega var það þannig að að því að tala um mistök á hann þegar .com það var interneti svo ofsalega heitt að þú veist, allt á internetinu var að ganga. Menn voru að kaupa auglýsingar, menn voru að segja bara þessi dagblöð og allir aðrir miðlar er bara búnir, allt er að fara á netið. Og við bjuggum til við vorum með svolítið mikið lögmönnum í viðskiptum og erum ennþá, vorum með innheimtukerfi uppbúnakerfi fyrir lögmenn og vorum að safna ýmsum upplýsingum, dóma og reglugerðir og fleira sem var ekki komið á neti þá var svona nýtt. Fór út í það við ákvæmum búa til lögfræði vef sem heitir réttur.is sem var opin vefur bara. Þessi fólk gat alveg svakalega mikið upplýsingum og við settum mikið í þetta, fengum fræðimenn, háskólaprófessor að skrifa greinar og settum heilu bækurnar hann inn og vorum að svara spurningum fólks, ráðleika. Og ég var komin í það á kvöldin að svara spurningum, forræðismál og alls konar, meðlög og fleira. Og meira að segja vikulega koni í útvarpsþátt á Bylgjunni með Þorgeiri og Kristóferi. Nei, ég man ekki hverja með hann. Þorgeiri Ástvalds á föstudögum og góðum tíma, ef fólk var að keyra heim, þá voru að tala um
lögfræðingur og dóma og kannski einhver lögfræði frá Hollywood og eitthvað svona, þetta var víselt, þetta var gott stöf, sko. Svo bara einn daginn að fatta, þá satt ég og var að svara spurningum, sko. Eitthvað kvöldi, allt í einu fatta, hvað er ég að gera, sko? Hvað ég komið langt frá því sem ég átt að vera að gera, sko. Já. Sem að var sem sagt upplýsingamiðlun, aðstofa við áhættustýringu og hjálpa fólki að fá aðgang að fjármagni á hagstæðan hátt. Og þannig að það sem gerist þegar að fólk getur farið á milli stofnana og sagt, skoða mig, ég er góður. Það býr til samkeppni, það lækkar vextina. Já. Þannig að vaxtamunurinn ekkert sami í dag eins og var áður. Nú bara, ef bankinn allar okrar, þá fer bara næsta banka. Já. Þannig að sko, svona kerfi eins og við erum með, þetta sko, það verður að segja, þetta að hafa kannski upp í 3% áhrif á þjóðarframleiðsluna, sem að hérna þá hún ekki 1700 milljarðar eitthvað svona, nei, ég man ekki hvað hann er. Þannig að þú lítur í raun á þetta líka bara sem bara þvílík þjónusta við samfélagið. Já, þetta sko, það eru 20 milljarða verðmætið á hverju ári sem felst í því að svona starfsemi sé til staðar. Já. Og þess vegna eru þessar alþjóðastofnunar að fá okkur til að koma til annarra landa til að reyna að búa til þú þarft til þess að hafa fjármálulega innviði, þá þarft að hafa greiðslumiðlun, þú þarft að hafa eignaskráningu og þú þarft að hafa upplýsingar lánveitendur, hvort þeir eru góðir eða slæmir eða. Þetta er það sem þessar stofnanir er að byggja upp í þróunarlöndunum af því að það er sko einn helsta ástæðan fyrir því að þessi lönd ná ekki að þróast, það er skortur á fjármagni. En svo kemur fjármagni og segir, Vesturlönd kom og segir, við erum til að setja hérna peninga, hvert er að fara? Þannig að til mér sá á 9. áratugnum þá að vera að setja mikið magna peningum til Afríku til dæmis í bara svona millistórum, hérna er 1 milljarður fyrir land X og nú notið það í uppbyggingu og milljarðurinn fór náttúrulega bara beint inn á banka í Sviss. Og það er sérst vandinn í lánastarfsemi, það er sko hvar á að setja peningin, hvað gera mest gagn og hvar er áhættan ásettanleg og þar sem er áhætta, sem er náttúrulega í öllum lánsviðskiptum, þar þarf það verðleikjana rétt, sem er svona lykilatriði í þessu. Það áraun er þannig að allir ættirraun og geta fengið lán. Það bara er þannig að sá sem er líklegri til að borga, hann á að borga lægri vexti. Það er nokkuð augljóst. En við hérna til dæmis á Íslandi erum ennþá í því kerfi að hérna, ég og þú ef við förum og sækjum húsnæðislán þá fáum við sömu vexti. Allir fá sömu vexti. Já. Ég er ekki að segja að ég sé hérna, við erum ekki, þannig sé sko. Ég tók því öfugt. En hérna já, þú veist, ég er atvinnulaus og þú ert með stöðu og tekjur og eitthvað svona sko. Það er alls konar, sennilega fengið þú veist, lán en ekki ég. Það er reyndar sennilega þannig sko, því að þú þarft að hafa vinnu. Já, sem ég hef. Sterkt eigið því. Já, það skiptir eiginlega ekki máli með þetta greiðslumat sem er í dag. Nei, en það er samt, ég er samt mjög ánægð með að þetta greiðslumat er samt í staðar vegna þess að þetta var sko, hérna fyrir allnokkrum árum þá var það kosningalofar hjá einu flokki að hækka lán hjá húsnæðislánasjóði eða íbúðalánasjóði upp í 90%. Það var lagt fram frumvarp og við skrifum umsögn þar sem við vöruðum sterklega við þessu að þá þarf ekki fasteign að vera að lækka með 10%, þá er það allt í búin að missa trygginguna. Já. Sem gerist síðan og með 20 milljarða tjóni og eðlaði þá stofnun. En sko núna er eitthvað, það eru reglur hvernig þetta greiðslumat á að fara fram. Þeim eru skárri en ekkert sko, skárri. Hins vegar það er alltaf mikil áhersla á veði sjálft. Það þarf að meta einstaklingin betur. Það kemur og ég er með sko,
með plan. Með fólk í þessu? Já, sko, við erum sko já, þetta semst þannig það eru stofnanir og fjármálastofnanir og svo eru einstaklingar og fyrirtæki og Kreditinfo er búið að vera að vinna fyrir í þessum samskiptum á milli þessar aðila í 25 ár út frá frekar hagsmunum stofnunar. Það er stofnunin sem er að greiða okkur fyrir að meta hjálpa bankanum að meta umsækjendur lán. Núna er ég að vinna ég og mitt fólk í öðru konsepti sem er í kringum fyrirtæki sem heitir Two Birds og annað sem heitir Aurbjörg eða hluti af því dæmi. Það sem við ætlum og erum að vinna í þessu út frá einstaklingnum. Því það sem og litlu fyrirtækjum. Það sem að gerast að það er svona power to the people sem að fara að gerast að þetta var þannig að sko þegar ég var að byrja í þessum viðskiptum þá þurfti þú að fara að suða, grátbiðja bankan. Núna þetta verða þannig að sko fjármálastofnanirnar, þar með talið tryggingafélög og þeir sem eru að selja sparnað og bara fjármálaþjónustu yfirleitt, þeir þurfa að sækja kúnnan, þeir þurfa að bjóða honum og menn hafa svolítið einhver leiti kannski komist upp með að vera ekki sko gagnsæir með verðin sín eða einhverju svoleiðis hindranir að fólk fara á milli en til lengri tíma þá munu þessi fyrirtæki keppa í sko tækni í hvernig þeir fjármagna sig og þjónustu frekar en að reyna og fá kúnnan til sín þannig frekar en að reyna að vera með einhver verð sem eru ógagnsæ og halda kúnnan þannig. Þannig það sem mun gerast meira að þú fær bara til tilboð í tryggingarnar frá öllum. Svo velur þann sem er bestur. Og lániðin líka. Og þú ert kannski með lán frá einhverjum og svo lífeyrissjóði eða banka og svo vill einhver koma inn á markaðan og bjóða þér betur. Þá þarf að vera einhver þarna sem tryggir það að það sé ekki upplýsingarlegt misræmi. Ef þú getur fengið ódýrari tryggingu annars staðar en þú ert, þá þarftu að vita því. Og það eru svona, ég man þegar en gömul frænka mín var að segja við frænda minn, ungan sem var nýkominn bílpróf, heyrðu, ég skal tala við tryggingafélagið mitt. Ég er búin að vera í 50 ár tjónlaus og fá gott verð fyrir þig í útibúinu út á Sögakróki. Það kom í ljós að hann fekk betri ódýrari verð heldur en hún var að borga. Því hún hafði aldrei beðið neitt afslátti eða það bara hækkað hægt og rólega á hana. Þetta fer alltaf breytast. Og svo náttúrulega það að gerast að við erum öll með ofurtölvu í vasanum sem með tengingar í alls konar gagnagrunna og skráir hegðun okkar og allavega og upplýsingar eru og munu verða í auknum mæli greiðslueyrir. Þannig að þegar þú ert á einhverjum flugvelli Heathrow segjum og þú segir það er einn ókeypis Wi-Fi, sett inn bara netfangið þá er ekki Wi-Fi er ekki ókeypis, þú ert að borga fyrir það með netfangin, með upplýsingunum. Og svo ert að fá posta frá Heathrow flugvelli næstu árin, sko. Já, ef varan er frí þá ert þú varan. Já, eða upplýsingarnar. Persónulega upplýsingarnar, en já, framlenging af þér er varan. Og þú getur nota þetta upplýsingar til þess að tryggja þér alls konar afslætti og fólk er bara ekki átt að segja á því hvað það er. Þú veist að þeir eru að gefa hinar þessar upplýsingar sig. Facebook er ekki ókeypis. Nei.
þú greiðir fyrir það með upplýsingunum sem þeir hafa leyfi til að nota og jável sko sem ég segi, það er bara of dýrt að nota Facebook, það er svo dýrt, þeir fara fram á svo miklu upplýsingar en við erum bara ekki búin að átta okkur alveg á því. Nei. En sko við getum notað þessar upplýsingar, það er hægt að meta traust fólks eða áræðanleika miklu betur út frá símanum ef að við komum að gefa leyfi fyrir því. Og svo getur þú sagt, við ætlar að fara að vakta síma minna eitthvað svona og ég er að segja ég ætla að bjóða þér þú veist, nú er til með tryggingafélög og í auknum alveg að segja við viljum fylgjast með hegðun hvernig þú keyrir og einhver segir það er bara spooky ég segi, ok, leyfðu þá ekki fylgjast með allt í lagi en ég til dæmis ég keyri sko og sjaldan hratt og ég er alveg til ég að sleppa því að keyra hratt þú veist það er bara yfirleitt óþörfu sem ég gera þannig ég er alveg til að leyfa þeim að sjá hvort ég fari einhvern tímann yfir 100 ef ég spara mér 20.000 á ári einmitt, en það kemur náttúrulega þrýstingur þarna sko með því að bjóða betri verð og hérna þó svo sé enginn að neyða þig til neins þá er svona verið að þrýsta hressilega á þig já og síðan kemur þetta öllum áttum ég menna síðan á hvaða tímabúndi ætlar að segja herðu, eða langar komandi bandarækina ætlum að fá að fletti gegnum Messenger hér þú þarft ekki að koma yngað en eða langar að koma þá bara ég er svo hérna veistu, ég meiri segja þar að ég væri alveg til í að hérna interneti myndi hægt að vera nafnlaust það væri bara hægt að sjá hver fór hvert að því að það myndi þýða að það væri hægt að uppbreyta allan viðbjóðin sem er á internetinu Já, en þetta verður mjög blörru lína þegar að þú ákveður eitthvað sé viðbjóður og einhver annar finnst það ekki og þetta er ekki að tala um eitthvað bara svona þú veist alveg hversu lóðin umræðan getur orðið Já á hvaða tímapunkti er viðbjóður að kjósa vinstri vagnum og viðbjóður að kjósa hægri vagnum Já, við erum með einhver lög sko sem að það er endur áhuga umræðan því leiti að við erum með lög sem að eiga að skera úr það hvað má ekki sko ég er að segja þú veist þetta sem er ólöglegt klárlega það hérna hverfur vantarlega ef það er hægt að sjá hver fór hvert en svo er hitt sem er sko hvað fólki finnst ránt og það er þessi sem segja þetta er dómstóll götunar og það er segja þetta er bara álit almennings eða sem er svolítið svona meira flóknar hlutir raun og veru því að svo segir það getur verið að þú gerir eitthvað sem þér finnst allt í lagi og svo er aðrir sem dæmaði fyrir það og refsaðir einhvern veginn endalaust dæmum það og mismunandi lög á milli landa og síðan flytur ykkur á milli landa og lifir í sínum skilningi heimsins og allt svona ég held bara að þetta sé flókið Já, þetta er mjög flókið en sko það sem það sem skiptir máli er að upplýsingar eru að verða gjaldmiðl og þú þarft að hafa tækifæri til þess að löngu orðið, já. Þú þarft að hafa tækifæri til þess að tryggja að þú fáir eitthvað fyrir þetta já. Og það getur vel verið að þetta verið þannig að þú ert bara með allar upplýsingar á síman þínum og fyrirtæki eins og Kreditinfo verið bara ekki til lengur þau fáir bara ekki að veita neinum neitt nema þér Já. Síðan ert þú að fara að leigja íbúð eða bíl í langtíma leiga eða hitt og þetta eða fara á date það getur vel verið að þetta verið þannig að hérna, þú vilji vita meira á Tinder þú vilt einhver sé með eitthvað skor eða eitthvað áræðanlegur eða eitthvað sko hver veit hvert það fer sko en bara svipta huluna af öllu sko aðalatrið er að þú hafi stjórn á þessu sem einstaklingur þessu ég stýrt frá fólkinu en ekki stofnunum þessum er það alveg sér og hefur ekkert með Kreditinfo að gera Nei, akkurat, en þú er greinilega að hugsa mikið út í þetta og þarna, framtíðin liggur svolítið þarna mörk einstaklingsins og upplýsingan hann en segð mér hans frá
förum þínum út, þú ert ekkert bara búin að sitja í skrifborðstólunum heima meðan að aðrir fara í útrásuna fyrir ykkur í Creditinfo, þú er farið víða heiminn og ég meina þú lærir mannfræði, þú lærir þróunarfræði, þú lærir frönsku, þú lærir grísku. Vel gert. Til þess að koma þér betur fyrir og skilja betur þjóðfélagshóparna sem þú ert að fást við. Hvernig búið að vera, og ég meina þú ert augljóslega klár, veist mikið um bransa, getur talað þetta, pælingarnar aftur í tíman og hvað þú sér fyrir framtíðinni, en bara svona ævintýrið sem það að hafa farið út í rekstur og fá tækifæri til þess að ferðast, kynnast öðrum heims hlutum. Hvernig þetta búið að vera? Sko, þetta náttúrulega rosalegt, sko. Rosalegt ævintýri, en það stundum með svona hluti að þú ert svona áttaði, þú fattar það eftir og það er svona alls konar hlutir sem koma upp á og svo seinna þú veist, kannski var þetta nú bara svakalegt, sko. Hvað með dæmi? Þú varst ekkert bara að fara eitthvað til Þýskalands og Frakklands, þú varst alveg komin hérna í... Já, sko, eins og við fórum til Kabul og flugvöllunum þar er afgirtur, sko, 30 kilometra radíus eitthvað, þannig að enginn getur keyrt upp að flugvallarbyggingunni og þannig að þegar þú ætlar að fara út af flugvöllinu þá ætlar að taka strætó eða rútu, það er svona eldgamall riggur rúta sem að keyrði hringinn og setti þið út og það var mismunandi hlið og ég var að fara að hitta Seðlabankann í Kabul og það átti að taka á móti mér, þannig ég mér er sagt að ég ætti að fara út af hliði númer 3 og ég fyrir þar og labba út, hann ætla að vopna verðir og ég labba út og ég sé að það er enginn þar, ég býði svolítið stund og skoða sími minn og hann ætla virkar ekki, þannig ég býði aðeins lengur og enginn kemur, þannig ég segir ég þarf að það er fólk svona í kringum mig og það er svona með hatta, eða þú veist svona bara hefbundin afganskur klæðinaður svona eins og maður, sko, svo ég sé reynskilin hafði séð fólk í svona hryðjuverka myndböndum, þú veist, skjóta á, þú veist, eitthvað Bin Laden myndbönd, þeir litur svo leys út, þannig að maður svona aðeins, en ég ákvað að bara fara inn á flugvöllin aftur og ætlaði bara að labba í gennum hliðið aftur og þá komu þeir með byssurnar, sko, þeir voru bara með fyrirmæli, það er enginn að fara í þess átt, sko, en ég ætti að fara út aftur og það var bara enginn að sækja mig og þannig ég sá það var einn maður hann sem fannst svona traustverður, þannig ég fór til hans og talaði við hann og hann kunni eitthvað í ensku og ég var með hann útprentað frá Seðlabankanum eitthvað símanúmer og eitthvað og hann hringdi og hann sagði hann hringdi eitthvað og talaði um pastún eða hvað það var og sagði herr kottu og labbaði með mér í gegnum eitthvað húsasund og eitthvað og þá var ég að hugsa, þú veist, allir ég sé að vera að ræna mér eitthvað, sko, en ég verið að gera eitthvað og þá var það þannig að það var eitthvað 3A og 3B og þar bílstjórinn beið á vitlausum stað en þessi hringdi og fékk samband við bílstjóran og fór og fann mig og svo bílstjórinn tók við mér og gerði mér í Seðlabankann. Það var svona það hafa komið svona einhver óþægileg stundur svona óþægilegir hlutir upp. Hvernig er eins og Kabul? Er þetta svona óörugg, hvað maður að segja? Þú veist, út að eins og þú segir, þú ser fólk og það lítur út eins og stereotypiskur hryðjuverkamaður, menna bara eins ótrúlegt og það þá er það bara svo mynd sem er búið að sýna manni svolítið. En er þetta svona, ég meina, upplifur þig í hættu þarna? Nei, ekkert rosalega og þú veist, staðreyndin er svo, sko, mín reynsla að, sko, 90% plus af fólki í öllum löndum er bara gott fólk sem að vill vel og einhver hluta en fólk sem vill sko sérstaklega vel og vill hjálpa öllum og gera allt fyrir alla og þannig að þú veist, það er alltaf líkur á því að svona verði allt í lagi, sko. Og alveg sama í öðrum löndum en þú veist ef þú ert í Kingston þá fer ekki í göngutúr í Old Kingston eða í einhverjum svona townships í Suður Afríku eða svoleið, sko og
ég hafði þá reglu að ég hætti nú að drekka á síðustu öld og ég svo það hafi hjálpað mér því að ég er búin að vera náttúrulega í sko út allan heim í alls konar viðskiptum og hluti að því stundum er að drekka og þegar menn drekka þá vil ég fara á strippari og alls konar fleira sá sem drekkur ekki hefur alltaf afsökun og yfirleitt menn fegnir að losna við hann bara og ég bara fylgdi reglu, ég er aldrei úti eftir miðnætti og en slysið gerast þá, menn eru rændir og allavega og þeir eru að drekka og eru að þvælast á einhverjum stöðum og ég hef aldrei ég hef verið rændur með AK-47 sko af lögreglunni Hvernig kom það til? Í Mósambík, bara svona seiktan bíllinn var stoppaður og einhver læti og okkur hóta fangelsuna eitthvað þegar voru búin að taka alla peningana á okkur en það var ekkit sko það sem er eiginlega hættulegast það sem og starfsmenn hjá mér hafa líka lent í því að vera reyndir sko en reyndar sko þeir voru að fara á bar seint kvöld og eitthvað svona en sko það sem hefur komist næst í að við mistum mann er sko fluga það er að segja moskítoflugan Malaría af því að en hún er eiginlega hættulegur en allir þessir menn með þessar byssur sérstaklega þegar fólk er í Afríku og eða svona þróunarlöndum þar sem er mikið malarí og koma til Evrópu fara til læknis þar og læknis segja já nei þetta er bara flensa sko og sendir þið heim það gerist mitt sem var síðan í dái í viku og já hann var ranggreindur ef hann hefði farið á spítal eins og í Afríku þá hefði sagt já þetta er plasmodium falciparum og það er þessi tafla þar sem þið þekkja þetta sko já. Í Evrópu þekkja þetta ekki þannig að það er næst sem við hefum komist en það var flugan Hvað kemur samt til þess að ferði í mannfræðina? Mér finnst það svolítið áhugavert. Er það bara til að skilja betur? Eða? Já, það var bara þannig. Sko, við vorum, byrjum á Íslandi 97 til 2002 og þá ákveðum að reyna að flytja þessa þekkingu til annar landa og það er, sko, þetta er 2002 þá voru rosalega fá íslensk fyrirtæki utan Íslands og það voru yfirleitt stór fyrirtæki. Það var sko sölumistu, það var sérst útgerðin eða sala á fiskafurðum. Fyrst og fremst Marel og Össur voru til en eiginlega ekkert annað. Það var síðan við fórum að ná þessum tíma og LS Retail var annað fyrirtæki Bjarni Gaukur og fleiri snillingar voru með en sérst frá 2002 til 2010 vorum við bara í Evrópu. En sko áhört við þetta þegar við vorum að fara til annar landa þá varst mönnum þetta svolítið skrítið býtu að fara 15 manna fyrirtæki að fara að opna í öðru landi og en ég sagði í útlandu að Íslandi er sko endin á línunni það kemur enginn við hjá okkur á leiðin eitthvað annað og ef við ætlum fá einhvern meiri viðskipt þá þurfum við að fara og það er svona var alltaf hugafarið á Íslandi hvað sem var í tónlist eða listum eða viðskiptum þurftir að fara hins vegar sko voru menn ekki með þetta hugafar sem er hins vegar komið í dag að það eru kannski einhverjir krakkar í háskólanum sem búið til eitthvað app og þau komu og segja okkur vantar hérna fjárfesti, við erum byrjuð hérna að selja og svo erum við að fara til Danmerkur með þetta og Noregs og við erum byrjuð og núna eru allir sem eru með eitthvað á Íslandi það er ekki bara fyrir Ísland þeir eru að hugsa um allan heiminn og þetta er rosalega áhugavert hvað þetta hefur breyst sko rosalega mikið á þessum 20 árum. Þannig að það þótti bara ansi óvenjulegt að þú var að leita þarna út. Já, mjög skrítið.
en mér fannst það ekki einhvern veginn. En eins og segi, síðan eftir á veistu, fórum til Kazakstan 2004 og náðum fínum árangri þar. Svo svona eftir á hugsa maður, hvernig gerðist þetta, sko? Það var skrítið. En já, 2010 þá var eiginlega Evrópa búin. Það við ákváðum að sleppa Rússlandi. Þetta var svona, það til svona fyrirtæki í Vestur-Evrópu. Það vantaði á Íslandi og síðan var svona lítið í Austur-Evrópu allri. Það var svona stóra tækifæri. En við fórum þangað til Úkraínu, Tékklands og Slóvakíu og Rúmeníu og fleiri landa. Þú svolítið að leiða þetta sjálfur? Já. Og ég fór þegar í fyrstu löndi sem fór til, þá fór ég og var í einhverja mánuði, tók bara fjölskylduna með. Og þetta var sko, ég var upp í mest 160 daga erlendis. Bara fljúga fram og tilbaka og það náttúrulega endaði bara í einhverju svona burnouti og allavega sko. Þetta var klikkun sko. Það var alveg svona augnablik einhvern tímann. Þá var ég í Lettlandi fyrir 20 árum og það var svo á ódýrum hótelum náttúrulega alltaf sko og ekonomi og kunnarnir okkar þurfa að borga þetta. Það er ekki hægt að vera bröðlega. Það háfaði í einhverju loftkælingu. Þannig ég gat drösla dínun inn á klósett og loka hurðinni og smeygt mér einhvern veginn, þannig ég var með hausinn undir vaskinum og það var eitt svona augnablik það sem kom svona, hvað er þetta að gera maður hérna? Og þú veist einhvern tímann fór ég til Kazakstan og þá var eitthvað að áritunni minni og ég sendið mig sömu flugvél tilbaka, 7 tíma flug. Þá kom svona 7 tíma flug? Kom svona, hvað er þetta að gera maður? Eitthvað fínt lögfræðipróf, getur gert það sem þú vilt og eitthvað svona standi í þessu harki. Eins og Teheran, þá átti einhver að sækja mig og kom ekki. Og ég fór með einhverjum harkara sem fór að keyra mig og keyrði og skipti peningum og eitthvað. Ég sagði, þetta er eitthvað rugl. Komst loksins á hóteli og þá sagði hóteli, peninga. Og ég var ekki með nóg. Bara kort. Hvað er þetta? Glemt þessu. Fær ekki að sofa hérna, sko. Það er svona alls konar hlutir sem að svolítið svona eftir á. En sem sagt, þegar Evrópa búin eða 2010, þá fórum við svo, ok, hvað að gera? Og þetta var svona hluti að því, svona mín sýn er svo að þú að sérhæfa þig þangað til út án bestur í einhverju. Þegar þú finnst þú vera það, þá getur þú sko vikkaði út, annarkvort sko lárétt eða lóðrétt, þar að segja þú komið góða stöðu á Íslandi, þá getur ákveðið, nú ætlum við að vikka okkur út, við ætlum að fara yfir í innheimtur eða einhvern svona tengdan bransa eða við ætlum að reyna að halda okkur við það sem við erum góð í, sem er bara safna upplýsingum og búa til verðmæti út úr þeim, aðstóða kunnana okkar við að veita sem besta þjónustu til sinna kunna og það sem er ekki bara spurningum sko að taka réttar ákvarðanir varandi á lána einhverjum ekki heldur sko ákvað kjörum og síðan að spara tíma eins og til dæmis greiðslumati sem að Arion sett í loftið þar sem að þú getur bara á 5 mínútum fengið að vita hvort þú getur fengið lán það er laust sem að við byggum til og Arion banki fekk síðan alþjóðleg verðlaun fyrir þessa laust þannig að það er svona það er á heimsmæli það sem að við hefum gert og það er svona útflytjanlegt og það var svona það sem ákvæmum að gera. Við skulum fara til annar landa með svona kjarnalausnirnar okkar frekar en vera útvika eitthvað. En svo þegar Evrópa er búin þá eiginlega, ok, þarna var Afrika og ég har alltaf verið hræddur við hana og er svona sögulega að hafa þeir sem hafa verið fjárfestar lent í vandræðum og það er rosalega spillingar en við ákvæmum að láta reyna á það og fara þá alltaf inn með alþjóðabankanum með einhverju stofnunum og IMF eða alþjóðagjaldeyrissjóðnum
Bill and Melinda Gates Fund og það svona alls konar alþjóðlegir aðilar og ég sagði, ég bara þekki ekki þennan heim. Þekki ekki Afríku, þekki ekki þennan stofnana heim sem í kringu það. Þannig ég ákvað að fara í bæði mannfræði til þess að skilja fólki betur. Það er áhugavert dýr líka, maðurinn, og sem bara gaman að fylgjast með og reyna að botna eitthvað í, sko. Og síðan þróunarfræði sem gengur út á það að aðstoða lönd við að þróast efnahagslega. Þannig að ég tók diplóma í því líka. Þannig að það var svona verkefni. Afríka var svona, við höfum ekki grætt neitt á því. Hafið þið ekki? Nei, ekki peninga. En það eru 20 milljóna manna sem hafa fengið aðgang af fjármagni út af því sem við erum búin að vera að gera þar síðustu 12 ári. Þannig að Afríka græti á þér? Afríka græti. Er það ekki líka bara jákvætt? Það er nóg fyrir mig, sko. En að læra þessi tungumál til þess að eiga bara betri samskipti, ég meina, mér þykir þetta svo gott, sko, og bara svolítið svona impressive að bara, við ætlum að fara til Afríku, ég ætla bara að skrá mig í, 2-3 ára nám í mannfræði, læra nýtt tungumál. Kemur þetta auðveldlega fyrir þér? Ertu svona þengjandi? Sko, þetta er ekki auðvelt, en þú kannt alveg á bókinu, að lögfræðingurinn. Já, og ég er engin svona snillingur sem að bara læri tungumál á einni viku eða eitthvað svoleiðis, sko. En sko, ef þú ert, 2-3 tíma á dag að stúdira eitthvað, og þetta var svona, ég er alltaf að lesa eitthvað, og helst einhverju klukkutíma á hverjum degi, að minna fyrir sjónvarp og geti með að horfa á heila bíómynd og svona. En getur lesið heila bók? Já, einu kvöldi þessu. En þannig að það er að læra eitthvað hagnýtt, sko. Skrá sig í eitthvað nám. Það er bara fínt. En af hverju var þetta ekki bara komið? Af hverju var ekki bara látið slag standa? Ég meina, þú ert þarna með lögfræðigráðuna, fyrirtæki gengur vel á Íslandi. Varst þú svolítið upplegað þarna að maður færir alltaf hafa svolítið verið að hækka rána? Já. Og svo náttúrulega þetta er samkeppni eins og í Vestur-Afríku. Vestur-Afríka var að opnast þarna á þessum árum og það var þannig að þeir tala frönsku þar. Já. Og þeir það háir þeir að vera tala ekki frönsku og svo ef þú getur þess vegna fór ég að læra frönsku nóg til að skilja þá og gekk nú verra að tala þannig að var svona í framkvæmt hann yfirleitt að menn töluðu frönsku og ég talaði ensku tilbaka þeir skilja hana en vil ekki tala en breytir öll að þeir sjá þessi maður, hann er tilbúin að gera þetta sko. Við skulum treysta honum. Já, og það er náttúrulega mikil virðing í því bara að þinni hálfu að leggja þetta á þig. Ég ger alltaf, sko, öllu löndun sem við farum til, alltaf lært eitthvað. Já. Og þú náttúrulega, það sem þú gerir, þú stúdera landið. Þú kemur undirbúin, þú veist hver er forsetinn og söguna og pólitíkina og svona og til dæmis eins og bara í sömu löndum eins og Kenya til dæmis. Þú þarft að lesa svolítið í mannfræði til að átta það á því, þú veist, ef þú ræður óvart einhvern sko líu ættbálksmann sem framkvæmdastjóra, þá ertu bara fókt sko. Það þarf að vera kikújú maður en það er enginn að fara að segja eða nema þú veist, þú þarft að ganga svolítið eftir því sko og þú þarft að vita svona aðeins hvað þú ert að gera. Þú þarft, það er hægt að stunda viðskipti í þessum löndum án þess að brjóta lög eða vera óheiðarlegur og fara múta mönnum en þú þarft að eiga vini, það þarf að kynna þig fyrir mönnum og svoleiðis sko. Horfður á einhverja spillingu gerast fyrir fram að þig? Var hún nálættir? Sko, ég hef lent í að vera beðin um mútur sko einu sinni á Íslandi einu sinni í Búlgaríu það lokuðu við hættum. Það var bara maður sem var að stoppa það sem við vildum gera nema við gerum eitthvað fyrir hann og við sem bara og lokuðum fyrirtækin og höfum ekki farið þangað síðan sko.
Jafnvel þó að það voru peningar á borðinu fyrir ykkur. Já, alveg. Það sko, þetta mjög skýrt sko. Þú tekur ekki sensa með eitthvað svona. Hvernig lýsir þetta sér þegar þetta spilar sér svona eins og segir hérna Íslandi eða Búlgaríu? Er þetta mjög beinskitt? Er þetta sagt, herri, við græfum þetta fyrir ykkur en þú lætur, ég vil sá 7 stafa tölu inn á bankareikningum mínum á morgun. Eða er einhvern veginn svona farið hægt og rólega í þetta og þú fattar bítu þegar hann er beðið mútur? Það er hægt og rólega. En það var, þú veist, ég fór í Búlgaríu tilfellin, þá fór ég og var að fara að hitta mann og á síðust stundi er fundurinn aflýst og lögmaður, einhver hefur samband við lögmanni minn og segir að þau eru að ræða tölur. Þú veist, það er svona powerplay og ég sagði bara, nei, það er ekki neitt. Og en jú, við höfum líka heyrt tölur, sko. Það er eitthvað útboð í einhverju landi og einhver ráðgjafi sem segir, ef fyrir þennan pening geti unnið útboð. Já. Það er bara, þá segir bara nei, klárt, og ef að Alþjóðabankin er eitthvað svo leysir í þá klagar. Þess vegna ákvað við förum ekki inn í eitthvað land nema með svona aðilum. Þannig við getum klagað í þá ef þegar einhver fyrir að reyna að skemma fyrir þér. Já, það er náttúrulega aðkoman ykkar að þessum löndum, að það er verið svolítið að... Já, það er alveg líkil, ef þú bara ferð Kongó og skráir fyrirtæki, það er ekki séns, sko. Allar gera þetta einn. Ég hef ekki trúið því. Já, vil þú sért mannfræðingur? Já. Þú talar frönsku? Já, það er ekki og þú veist, þetta er bara, þú veist, ef maður sér alveg hvernig þetta getur gerst, eins og já. Það slum ekki fara að tala um önnur íslensk fyrirtæki. Já, ég er alveg til í það. Býðum með það. Segðu mér aðeins frá því sem að drífuðu áfram í þessu. Hvað finnst þér svona skemmtilegt við þetta? Þú horfður tilbaka, það sem þú ert búin að gera, þetta hljómar svo ævintýri eins og ég sagði þarna áðan, fá að ferðast svona. En þú veist, fyrir þig sjálfan, ég meina, síðan selurðu þið einhver leiti út úr kreditinfo, kemur inn í SaltPay og svona, þú veist, hvað snýst þetta allt saman? Herðu, SaltPay, við þurfum náttúrulega að tala um SaltPay og þú helst að 90 mínútur myndu líða hægt, við erum komin í sko tæplega 80. Ok, við þurfum að tala um Egil Gunnarsson. Já. Hjá SaltPay, sem er frábær maður og bað mig að koma fyrir SaltPay, en sko, ég fekk svo margar, ég sagði við, ég fekk svo margar örvar úr öllum áttum, eitthvað, herðu, Reynir Findal, var að fá Reynir Findal. Ég eitthvað, hver er þessi Reynir Findal? Sko, eina sem að sá á Google var, Reynir Findal fjárfestir í Arion banka og Reynir Findal gefur út landakortabók. Já. Og hugsaði ég, er þetta eitthvað svona nýraður gamall kall með staf, eða er þetta einhver mistari? Síðan mætir bara í hettupeysu í stuttbuxum með tattoo á höndunum og... Sko, ég reyna að vera í stuttbuxum sko frá sumardeginu fyrsta til vetrardags fyrsta. Það er þróska. Já, þetta er sjálfstæði. Já. Og ég ekki bara ákveða sjálfur hvernig ég er. Jú. Og kemur fyrir að ég fara á fundi og byrði menn afsökunar sko. Að því að menn hafa móðgast sko. Já. Mætir stuttbuxum á fundi á hann. Já, ekki sérsniðnum. Já, ekki jakka, sem við vilja bara setja jakka á þetta til sína virðingu. Mætur mikið á fundi á Íslandi þar sem að þessi krafa er gerð? Nei. Lágmark á sérsniðu allan í jakkafötum? Nei, ég fer ekki í jakkaföt á fundi. Ég þarf þess ekki, sko. Nei. Ekki lengur. Út af bara stöðinu sem þú ert komin í? Já. Finnst þið þá gaman að gera í því að mæta á fundi og vita að allir hinn er klæddu svo í jakkafötin í morgun og þú varst þarna í stuðbúsi? Nei, minnst það frekar vandræðalegt, þú veist, eða svona en ég er ekkert að, þú veist, ef ég fer á hitti ráðherra eitthvað svona, þá fer ég í jakkaföt. Okay. Og eða eitthvað svona sem mér finnst að Já, þú veist náttúrulega ekki jakkaföt fyrir þennan þá? Einhver, sko, en eða einhverjum sem þú? Já, bara ljótist þessi stuðbúsinar, úr því sundskílu, sko.
Ég er ekki sammálaður sko. Nei, þetta hefur líka bara breyst. Þú veist, ég var í jakkafötum alltaf dag, fyrstu 15 árin. Já. Og þetta er miklu slakara núna og ég var sko komin í Saltpay og var forstjórið þar í 7 mánuði heila. Ekki frekar stutt? Fyrir mig er rosalega langt, þetta er fyrsta vinnan sem ég hef sko, það sem ég er ekki sjálfur aðlegandi. Já, það þú seluði út úr kreditinfo eða hvað? Sko að hluta til, ég gerði það, þú spurði mig hérna og ég náði ekki alveg að svara sko, hvað ertu ánægðastu með eitthvað svoleið sko, og það er það sem við byggum til sko, og það var hérna einn maður sem var einu sinni að vinna hjá mér og margir af þeim eru vini mínir, ég lít á fólki sem ég vinn með sem vini mín og mér þykir vænt og þeim mig, mörgum allavega, hann sagði við mig, þú lítur að vera stoltur að þeir einir að hafa búið til svona mörg góð störf og ég hafði ekki hugsað þetta út frá því og það er það sem er best að hafa búið til sko störf sem að sérstaklega í svona minna þróuðum löndum þar sem fólk er að sjá fjölskyldu sínu farborða út af einhverju sem við byrjuðum með þar sem að það nýtir menntun sína og metnað og er að gera eitthvað sem að hjálpar samfélaginu og einstaklingum og það er svona góða og þessi sami maður til dæmis hann var fyrsti starfsmaður minn í Úkraínu. Þetta var þannig þegar ég fór í þessu sendinum 2004 ákvæði bara, ég vil bara gera eitthvað hér. Við hitti hennar mann og við sagði bara, viltu koma að vinna hjá mér? Og það var þannig þá að Margeir Pétursson var með svipaðar hugmyndir. Það var svona lítið skrifstofuhúsnæði þannig að hann leigði íbúð í Kíef og endurleigði mér 1 herbyggi. Þar setti ég þennan mann, Evgeni og hann síðan eina konu með sér og þannig byrjuði við í Úkraínu og hann er búin að vera með starfsemi þar síðan og hann er núna einhvers staðar í fremstu vílinu í austur Úkraínu að berjast við Rússana og var bara skrifstofu fyrir nokkrum vikum sko og við erum búin að hjálpa honum að koma fjölskyldunni sinni til Tékklands og passa upp á þær þar, hann og konu og 2 dætur. Og svona að dekka þetta fyrir hann ef að sko, hann til dæmis datt út í nokkra daga og ég var svona farin að vera vissum að hann þú veist, eitthvað slemt komið fyrir. En hann er í lagi, fjölskyldan er í Radek Králói í Tékklandi og við pössum upp á þær og sendum þeim peninga og ef það kemur eitthvað fyrir hann þá kannski koma þær bara til Íslands eða þú veist, það er svona einhverjar, það er fólkið það er svona sem á öllum þessum 25 árum sem ég hef kynst sem að fylgir mér og þú ert svona hluti af þeirra lífi og einhvern veginn, gerir eitthvað gott það er bara aðeinslegt. Það situr eftir? Já, það er gott. Segðu mér frá hvernig skiptingin frá kreditinfo, eða bara hvernig fer fyrir kreditinfo sko, í þínu lífi? Sko, það sem ég gerði 2017 var ég réði forstjóra. Fyrsta skipti frá stofnun fyrirtækisins? Já, ég hef verið eiginlega toppurinn frá stofnun og sem er náttúrulega allt og langur tími og sko strax út af því að þú bara úreldist þetta er hátækni fyrirtæki sem er að setja sko stóran hluta af tekjum hátt í 10% kannski í þróun og hlutinni bara breytast og þú nærið ekki að vera bæði sem sagt
alveg mjög klár í tækninni sjálfri og sko viðskiptalega hlutanum yfir 20 ár. Fannst þér að vera að dragast hans aftur úr? Já, mér finnst það. En svo var ég bara þreyttur. Þannig að það sem ég gerði var að ég réð forstjóra og ég sagði það þarf að vera útlendingur af því að sko það voru 50 íslenski starfsmenn í fyrirtæki sem var með sko 450 starfsmenn en íslendingarnir réðu öllu og forstjórinn var þannig að ég vildi senda skilaboð til allra hinna líka, þú þarft ekki að vera íslendingur til þess að þannig að sko bara að læra mannfræði bara þó var ekki nema til þess að skilja menninguna innan fyrirtækisins hefði borgað sig og þeir sem ekki náttúrulega eru þeir í stöðu að geta leikt sér það að ég ráða mannfræðinga af því að sko velgengni fyrirtækja hún veltur svo mikið á menningunni hafðu hann á hreinu það er ekki hvað þú allar gera heldur hvernig þú gera hvernig er menningi sem þú býr til í fyrirtækinu hvað fólk er æður sem passar við þá menningu og bætir við hana viðheldur henni svo sér bara menningin og restina sko. Þannig að þú getur verið á samkeppnismarkaði eða nýjum markaði eða svona það sem er mikið að gögnum eða lítið það sem er bylting herinn gerir valdarán rússar ráðast inn þú veist, ebólafaraldur ég er búin að lenda í þessu öllu sko í þessum business sem ég er búin að vera í en það skiptir máli bara menningin sem er inn í einingunni þinni það er hún sem að stýri hvernig þetta fer. Ert þú góður í að passa upp á og búa til góða menningu innan fyrirtæki? Já. Er það þinn helsti kostur? Já, ég held það. Ég var slæmur í því upphafi. Ég var alltaf harður. Ég sagði bara, þú kemur klukkan 9 og þú veist, allt og mikill ægi. Svo lærði ég það og var kannski of sveigjanlegur. Svo upphildin hjá mann stundum. Svo finnur einhvern svona balans. Sko, það sem að ég var held ég góður í að búa til stemming og ég var verri þegar að fór að ganga illa og einhver leita því að ég trúi því of lengi að hlutinni breytist áður en ég viðurkennir ég þarf að koma inn að því það er sko það versta sem þú gerir það er að fara og reka einhvern taka framkvæmdastjóra sem er búin að leggja sig allan fram í 2-3 ár og segja eða lengur segja ég þarf að leysa það af mér finnst þess að ekkert mál að reka sko sjálf á mig sem var í raun og það sem ég gerði sem eigandi segja ég þarf bara betri forstjóra og þú ert bara orðin sko úreldur þannig ég réði forstjóra og keypti mér flug til Asíu með ekkert plan og 4 vikur og mér finnst svona í minningunni er ég búin að gera þetta þannig að sko á einhverju eyju í Tælandsflóa hafi ég áttað mig á þú veist hvað ég var orðin þreyttur og hvað þú veist það var komið mikill tíma á að gera þessa breytingu og maður þarf stundum svona einhverju fjarlægð þú veist ég áttað mig á því þú veist ég skildi síma bara eftir og fór bara og gerði eitthvað fyrsta skipti sko á ævinni í raun og veru sko því að ég var alltaf rosalega ábyrgur þegar ég var að alast upp og tók hlutunum alvarlega sko hátíðlega vel það er þetta sem er mikið lögmunni það er alltaf að taka sjálfan sig sko alvarlega en ekki hátíðlega vera faglegur á þess að vera leiðilegur og það er svona eitthvað sem að ég er búin að átta mig á ég veit ekki hvort það tók 15 ára eða 20 eða hvað eða hvort það sé sjálfsblekking en allavega ég held að ég geti búið til svona réttu menninguna með rétta fólkinu en Og varstu tilbúin eftir þessa pásu hvaða niðurstöðu komst að? Ég veit að þú ert ekki nema bara 40 og eitthvað ára gamall 45 ára mögulega Já, sko Þú ert ekki að fara bara að setjast í helgan stein Sko, ég komst að því
að sko ég gæti ekki leitt þetta til lengdar, þetta var svona og forstjórinn sem að tók við, ég let hann bara þetta og kannski ómikið en síðan í fyrra þá seldi ég meiri hlutan þannig að núna á ég 38% í fyrirtækinu en þetta var þannig, ég í bílstjórasætinu svo fer ég yfir í farþegasæti og svona shotgun bílstjóri eitthvað svo núna bara, svo seldi ég meiri hlutan ég bara sest aftur í Þú ert ekki einu svona stjórn á tónlist? Ég í bara símanum og horf út gluggann og fæ að vera með ég þarf þess ekkert lengur en ég þekki hana bransa vel og get alveg verið í þessu en þá losum við svolítið meiri peningar sem að við höfum síðan verið síðan í fyrra þess vegna sér þið eitthvað svona í blöðunum reynir kaupir í Arion og eitthvað svona það hins vegar þannig að ég hef ekkert vit á hlutabréfum og þú getur eitthvað svona mér líst vel á þessa stjórnendur og eitthvað svona en þetta voða mikið svona happdrætti og það svona utan að komandi áhrif kemur eitthvað COVID eða eitthvað stríð og það sem við vitum núna bæði með þetta stríð og síðan COVID sem kom áður að heimurinn miklu hættulegri staður en við heldum fyrir 2,5 ári og þannig að það þú þarft að hegða þér í samræmi við það og til dæmis ef þú ert með fjárfestingar þá er þetta að dreifa þeim rétt og ekki vera við vorum með ferðamanniðina sem nánast fór allir hausinn til dæmis en það sem að það þannig sálfræðilega að jákvæðar fréttir þar hafa miklu minna vægi á hvernig það líður heldur en neikvæðar það er cirka 1/3 það er að segja ef þú græðir 100 milljónir það 3 sinnum verra að tapa 100 þannig að ef þú ert að fylgjast með hlutabréfaverði sem svona cirka 50% upp eða niður þá ertu að keyra andlega líðan niður Fannst þú það sjálfur? Já, ég fundi það Var þá ekki að einhverju leiti óþægilegt þegar losnaði svona mikið hennar pening? Ég ætla ekki að segja óþægilegt en þú veist það er svolítið svona ábyrgar ákvarðanir sem það er að taka Jú, þess vegna var ég búin að undirbúa það með því að hafa minn besta vin kláran til að taka við þessu og sjá þetta og geta sjálfur bara fara og keypt með sveitabæ og fara að setja niður tré og þú veist hrífast ekki með og já, það var svolítið mikilvægt fólki sem hefur með þér En það hafa ekki orðið vinslit eins og það við búin að vera saman síðan 2006 við vorum einsinni ósattir fyrir 10 árum eða eitthvað í 2 daga svo var það klárað og ég held að gerist ekki aftur Góðu vinur og nú fyrst bara til að sjá í rauninni þá peningar sem vilt hafa aflögu til þess að fjárfesta Já, bara eiginlega alla peningarna mína þeir bara inn í þessu fyrirtæki Já Hvenær upplifir að þið langa að fara aftur eins og ég bara veit ekki hvernig það kemur til þetta SaltPay dæmi á hvaða tímabúti langa þið bara að fara aftur í bílstjórasætið það var nú bara þannig að það var maður sem var í stjórn Creditinfo að því hann var í erlendu sjóði sem átti hlut í Creditinfo og hann var einhvern tímann að segja við mig að hann hefði áhuga á Valitor og ég sagði já ég get kynnt þig og svo eru 2 önnur fyrirtæki og við fórum í það í rúnd ég var einhverjum bílstjóri hjá honum að keyra honum og kynna hann fyrir öllum og það kom út úr því þeir gerðu tilboð í korta þjónustuna og en enduðu á að kaupa borgun og ég var í þeim viðræðum að reyna að lenda þeim samningum og Birna Íslandsbanka baði mig að fara í stjórn
að því hún vissi að ég var vinur þessar manns áður en þeir keyptu. Þú náttúrulega reyna að vera þarna á milli. Sem allt gekk upp og hann baði mig að vera í stjórn áfram. Síðan bara var ég í stjórn Borgunar og nafninu var breytt í Saltpey. Þangað til í fyrra haust og þá var hann Ali heitir hann þessi. Þá var hann að segja við mig, þú verður að finna fyrir mig einhvern forstjóra. Og ég sagði, þið eru svo vildir, sko. Þú veist, það kemur ekkert í fjölmiðlum frá ykkur nema, þú veist, einhverju fjölduuppsagnir og eitthvað svona neikvætt að ég held ég sé ekki að fara að fá neitt góðan forstjóra, sko. Og hann segi, við erum að finna einhvern og svo allt í nú bara datt mér í það, það var komið haust, lítið að gera á sveitabænum og ég sagði, kannski get ég bara tekið þetta. Þú veist, það voru vandamál með fjármála eftirlit og svona nasti starfsmannamál. Fólk var var í burnout og leindamál. En ég bara sagði, ég skal gera þetta og ég gerði þetta fyrir hann. Það var ekki það að mig vantaði vinnu. Að ég vildi hjálpa og að því ég var búin að vera stjórnandi mér þótt svolítið vænt þetta fyrirtæki og þá starfsmenn sem ég þekkti. En ég fór í þetta og ætlaði kannski ekki að vera lengi en það fór síðan þannig, þú veist, mér fannst ég hafa gert það sem ég þurfti. Sem var hvað? Sem var að koma svona starfsmannamálum í betra horf. Menningin? Menningin, já, það kom líka móðafokkar þarna innulega ég sem heitir Arnarsveinn og tók þau mál síðan já, svona smá skipulagsbreytingar og ég réði innheld í 8 starfsmenn sem hafði verið sagt upp áður. Þú veist, það var bara ómikið þekkingu sem hafði verið ítt út. Ég fekk svolítið svona, ég sagði það við Ali, ef ég fer í þetta, þá þeir líka bara að hafa license to kill. Ég bara geri það sem ég vil. Og það var bara samþýtt og þess vegna gæti ég verið að ráða fólk aftur og svona mestuleiti. En já, ég fannst markmiðið hjá mér var að verða ónauðsynlegur, hafi ekkert að gera. Að fólki segi bara þetta og ég fannst að það hafa tekist. Og nær maður alveg að breyta stefnu fyrirtækis á 7 mánuðum með svona ákvörðun? Já. Þannig fannst vel hafa tekist til? Ef ég hefði að við þurft að fá utan að koma til forstjóra þá hefði ég þurft að vera lengur. En Jónína og Ólöf og aðrir hann inni topp fólk, Pétur Hafsteinsson kom með öllum að hérna núna. Þau bara sjá þetta? Já. En aftur út af því að þú varst en ég reyndar stjórnarformaður. Já. Þannig ég færði mig úr því að vera forstjóri yfir að stjórnarformaður og ég svona svolítið með þeim í þessu. Já, þú varst ennþá í bílnum. Já. En þú klárar þetta, þú varst að tala að þú þurfti smá fjarlæg til að sjá að þú varst bara komin í, ég veit ekki hvort það var eitthvað burnout en bara þú varst ekki alveg með áhugan þarna lengur. Fannst þér þetta gaman? Finnst þér gaman að vera í forstjórasætinu? Og af hverju klippir á þetta strax? Ég get alveg ímyndað mér að fólk festist bara í... Já, mér fannst það gaman. Þetta var þetta var erfiðar en ég hélt. Já, hvernig þá? Þú veist, ég fekk bara, fyrstu vikuna fekk ég, þú veist, skilaboð að posta frá held ég 6-7 starfsmönnum fjármálaeftirlitsins út af hinum og þessum málum og þeim fannst vera bara ólag á hlutunum og það voru hlutir þar sem að fyrirtæki var ekki að fara eftir lögum klárlega sem að við fórum bara í að laga og styrkja, þú veist, reglufylgni og skýrslugerð og allt svoleiðis. Þannig að þetta var snúnar en þetta var skemmtilegra því leiti að svo gott fólk þarna og það var mikið af ungu fólki og ég að því ég var forstjóri hann í 20 ár og þá fólkið svona eldist með mér svolítið og manni finnst náttúrulega alltaf maður sjálfur sig ungur en þarna þú veist, þeir eru svona svipum aldrei og ég kannski flestir svona sem voru að vinna með mér í kreditinfo, svo fer ég þarna inn og þá allt í einu allt fullt af
sko fólki sem undir 25 ára aldri, þú veist, og ég á dóttir sem það verða 28 og það fyrst kom svona, þú veist, þetta er eitthvað fólk sem ég kann ekki á, sko, öðruvísi fólk og þú veist, fólk sem kannski að koma til þín og segja, heyrðu, ég sko átta mikið á alveg yfirmanni mínum því að hann talar ekkit skyldur sínar gagnvart mér. Og þú veist, það er svona hugsun sem að er ný fyrir einhverjum sem að er á mínum aldri. Já. Bara hans, þú veist, kannski eitthvað sjálflegara fólk en einhvern tímann sagði að því ég var nú mikill korta áhuga maður. Þegar ég var að alast upp þá var kort eitthvað sem var á vegg og ég gætt bent, ég er hér, sko. Og því þetta unga fólk sem að það er bara Google Maps, öllum kortum sem að þið notið og opnið og notið, þá er þið alltaf í miðjunni og svo er heimurinn út frá ykkur. Það hefur áhrif á samt öðru, á hugsunarháttin. Fólk er aðeins svona meira, ég skal gera mitt en þú þarft þá að gera þitt líka, sem að veist, ég er ekki að segja þessi verri hugsunarháttur, en sko síðan bara fannst mér bara fínt að vinna með þessu liði, sko. Þetta er bara alveg eins og þeir sem eru eldri og þú veist, bara koma fram við alla sem jafningja og á áhuga sem þeir eru að gera. Þú veist, leiðbeina ekki skipa fyrir, reyna að vera fyrirmynd. Þannig að mér fannst þetta að gengi fínt, sko. Er ekki alveg einhver orka líka í því að verna í kringum ungt fólk fyrir þig, eða? Já, rosalega orka, sko. Ég heyrði eitthvað að það var einhver fundur og þú hafi bara, ræst Thunderstruck með AC/DC í einhverja hátalara og lasta. Já, þú veist. Komið fólki svolítið í gýrin. Já, ég var með svona gjallarhótt. Stundum til að vera með tilkynningar sem að þurfa ekkert að vera merkilega, bara, þú veist, smá orku og smá gaman. Það að vera þannig, sko. Það er bara skilin sem ég sett. Ég vil bara sé gaman í því sem ég er að gera. Og það er þannig, þú veist, við eigum bara daginn í dag, ekki gera daginn, hann er farin, getum ekki breytt honum. Morgundaginn, hver veit, sko. Við höfum daginn í dag. Og hann þarf bara að vera góður. Hver einasti dagur þarf að vera góður. Þannig að ef þú þarft að hrista eitthvað upp eða hegðar kjánalega eða sína kjark eða hvað sem það er, sko. Þú veist, gerðu það í dag. Það er svo gott. Er þetta góður endir eða? Það er eitthvað alveg hellingu sem að Þetta er góður endir, sko, en mér líður eins og það sé svo margt eitthvað á baka þarna sem við erum svona, ég þori ekki að fara á misvið. Date með Yoko Ono. Geymum það þá til næst. Þeir hafa undirbúið vel félaga mínir. En þú veist, það ekki bara koma aftur til einhvern tímann. Það ekki. Já. Vilja Stölu, segðu mér aðeins hvað eru spenntast fyrir í dag? Út að ég veit að það er ekki öll orka að fara úr þér og þú ert ekkert bara sestur að einhverjum sveitabæ. Þú ert þarna að smíða og breyta þessu í íbúður, þú ert svolítið að vinna sjálfur, en þú ert búin að segja svolítið frá, hvað maður segja, corporate lífinu. En þú átt þarna eins og Two Birds, Svartigaldur. Þú veist, það er alveg hellingur í gangi hjá þér. Já. Hvað er skemmtilegast? Ertu spenntur fyrir framtíðinni? Já. Skemmtilegast, þú veist. Já, lífið er bara skemmtilegt, sko, áhvert. Það hefur alltaf verið? Nei. Hvenær var lífið erfitt? Og leiðilegt? Það var, sko, ertu með klukku, sko. Ég var, 12:51? Ég var, það var erfitt þegar ég var ungur. Þú veist, ég var, svolítið til vandræða og komin á Vog 22 ára. Já, það. Já. Og ég er búin að díla við það, sko. Þannig að það er nú kannski erfiðast í slagurinn, sko. 22 ára? Sjálfur, sko.
Og síðan snýrðu blaðinu svona hressilega við. Já. Ef þú nærði allavega að beina athyglinni í áttir, ég veit ekki hvað maður mælir sem gott og slemt fyrir einhverja mannesku, en þú ferð þarna allavega og klárar þessa lögfræði og bara fljótlega komin með mjög stöðugt og arbært fyrirtæki. Já. Komin í geggjaðan rekstur. Já. Þannig það reis svolítið upp úr einhverju ösku. Já, ég stóð mig alltaf sko í skóla og vinnu og klikka aldrei sko, en ég drakk illa og leið verð eftir það og það var vont þegar að þú finnur að þú stendur ekki undir því sem þú vilt á sjálfur sért. Það sko verst af öllu að valda sjálfum sér vonbrigðum. Þannig ég var í því og sko þá bara gefstu upp, játa það er oft það erfiðasta. Ég held að það erfiðasta sem ég sko hef gert á ævinni sé að labbin á Vog 22 ára og það í raun og veru segja bara ég þarf hjálp, ég mættur á sjúkrarási sko, að því að manni finnst einhvern veginn að þetta sé, þetta er eitthvað andlegt, þetta er eitthvað í minni eigin hegðun, ég á að geta tekið stjórn á því og þú hugsar það, ég ætla, nú drakk ég of mikið í gær og þannig að næst allir ég ekki að gera það. Svo kannski næst það allt í lagi, en þar næst á aftur og fer að segja eitthvað bull og gera eitthvað asnalegt. Það bara ég þoldi ekki. Og lagast það með var áfengið vandamálið eða var áfengin flótti frá vandamálinu? Sko nei, áfengið var sko held ég bara deyfing. Þú kemur bara upp í úlingsárin og líður ekki vel og ert óánægð með sjálfa þig og lítið sjálfstraust og áfengi breytir í. Finnur á þér og allt í nörtu stór kall sko. Vilt sína hvað ert kaldur. Að gera einhverja hluti eða og en það eins og er sko það skiptir ekki öllu máli þú veist ég hef aldrei haft neitt rosalega mikla fíkn í áfengi þannig að ég hef ekki drukkið síðan 27 ár og ég sé enga þörf á því að prófa það er ekki þessi virði en þannig að þú veist ef þú ert með einhverja andlega erfiðleika þá þú veist uppeldi og óánægð með og eitthvað svona það lagast náttúrulega ekkert við það eitt að hætta að drekka þú veist þá ert að taka burt það sem er að gera hlutina ennþá verri en svo þú ert bara að vinna í því einhvern veginn. Hvernig gerir maður það? Þegar þú ert náttúrulega ekki svo einu sem hefur þurft að glíma við þetta og ég myndi bara frekar kalla þig góðan að sko segja þessu upp 22 ára. Hvað vinnu fer maður í og hvað svona hjálpaði þér mest? Sko ég veit ekki hvað mikið hægt að læra mér. Þú veist, hann fer til geðlæknis og hann getur mögulega hjálpað þér eitthvað með ef það eru vandræði með efnaskiptin í haustum á þér, ef vantar eitthvað dópamín eða hvað þessi efni heita. Varstu í svoleiðis stuði? Já. Ég var alveg þunglindur sko. Bara suicidal gaur sko í mörg ár á úlingsárum og hvernig fórstu það gegnum menntaskóla? Og ég var algjör brjálæðingur sko. Ég var að keyra á 200 km hraða á móturhjólum og eitthvað svona enda hryggbrotinn á spítala og þú veist allavega ég er algjör brjálæðingur sko. En ég stóð alltaf mitt. Ég vondur sjálf á mig sko, vestur. En sko einhver leiti þú veist
flýrðu síðan vandan með því að vinna rosalega mikið eða með því að sækja í hérna sökva þér í ást eða uppeldi eða eitthvað sko. En svo á svona endan þarft að vinna úr sig og allar að fá alveg ró í hjartað. Og er það bara... Mér finnst ég vera þar sko. Ertu komin með náður rónni? Já. Það held ég sko. Fannst þér svo vinnan og þessi árangur sem náður með kreditinfo eða lánströsti og svona var ekki flótti eins og... Jú, líka. Þegar ert svona mikið í burtu og... Það er mikil dygði við því að vinna svona mikið. 160 daga erlendis. Já, hinn hliðin þú ert 160 daga frá fjölskyldunni. Það er ekki dygð. Nei. En þú veist, það sem að reynda að gera var sko að leyfa þá þeim að njóta, þú veist, uppskera fyrir sinn hlut í því að, þú veist, konunni að þóla, það þurfa alla börninu upp eina meðan, þú veist, með ferðalögum og einhverju svona góð til að bæta upp. Þetta er ekki ideal, en þetta er svolítið svona og ætlar að ná árangri með eitthvað og það er út allan heim. Það kostar eitthvað. En sko með hérna, ég held að lífið bara batni síðan með árunum yfirleitt. Sko ef þú tekur sko meir en 50% ákvörðunum réttar og hefur kjark til þess að sjá þær röngu, þá smá saman bætir þinn hag og þeirra í kringu. Það er ekki meira en bara meiri hluta. Bara 50% yfir. Nei, ekki ef þú ert tilbúin að, þú veist, taka þessi 49 og þú veist, endur skoða þau 51% alltaf, þá smá saman ferða upp. Og maður gæti svona læst í einhverju hugsun að þurfa alltaf að taka 100%. 100% rétt. Það er ekki hægt sko. Ertu á lyfjum ennþá í dag? Já. Og hefur þetta bara var þetta hérna... Ég er búin að prófa það og þú veist, það var þannig þegar ég var að byrja sko fyrir 20 árum. Þá hérna ég reyndi að fara inn í apóteki þegar enginn var þar. Það var svo mikil skömm. Já. Ég er að taka eitthvað kvíðaleg og ég sem á að vera nógu sterkur sko, ég stend fyrir framan alla og ég er með allt á hreinu. Þetta eru sko og vildi einhver segja frá þau eitthvað svona, þetta er sko, það er bara mismunandi efni sem eru í gangi í líkamannum og heilin þarf að halda og í sumum tilfellum er of lítið magnað og það er heimskulegt að nota ekki tæknina eða þekkinguna sem er til staðar sko. Og ég held að ég veit nokkra sem hefði gott að aðeins að fá sér eitthvað sem aðeins svona kannski minkar sveiflurnar eða ítir undir hjá þeim. Þetta er eitthvað svo spes sko, að halda að maður sé maður alltaf veit ekki hvernig öðrum líður maður veit bara hvernig mann líður sjálfum og kannski er það illa og þá horfum maður á hinnaðalan og hann virðist vera með allt í orden og þá hlýtur maður einhvern veginn að geta bitið í öxlinn og harkað þetta af sér ekki ætla maður að vera minni maður en sá næsti. Nei, síðan er sko þegar ég var á Vogi þá kom sko yfirlæknirinn inn og sagði hvað segið þið í dag? Við vorum held í 3-4 saman í herbyggi og við sagðum allir bara fínt. Hann var með einhvern svona kandidat með sér og hann snýr sér og hann sagði hvað er þessi menn að gera hérna? Þið segja allt fínt. Og máli var mér bara leið eins og ég á vanur sem var ekki vel. Bara annar dagur. Og ég vissi ekki betur, já, þetta var bara svona var lífið og það var, þú þurftir eitthvað öflugt til þess að hlakka til þess að þér liði vel. Annars var þetta bara það var mikið þannig að
það sem maður fer þá að gera það að vinna fyrir einhvern sko framtíðar sjálfan sig. Það sem þú segir þegar að ég er búin að klára þetta nám, þá líður mér betur. Eða þegar vorið kemur, eða þegar veturinn kemur, eða skólinn byrjar eða skólinn endar, eða þegar ég næ mér í kærustu, eða þegar næ mér í einhverja aðra, eða losna við þessa, eða þú veist, eitthvað sem er ekki komið, alltaf að vinna fyrir það. Og gallin er sá að þessi framtíðar þú, sko, það er ekkit víst að hann kunna meta það, og svo er ekkit víst að hann sé sami maður og þú veist. Niðurstaðan er alltaf svo saman, þú verður bara verið í deginum. Þú verður að vinna fyrir þig og þína í dag. Akkurat. Hefur reynt að hætta? Ef þú þarft, hvað segirðu? Hefur reynt að hætta á lyfjum? Já, sko. Það er ekkert stórmál, en ég verð pirraðri. Það er svona munur sem ég fundi. Ég verð svona aðeins pirraðri og ekki eins næs. Og ef ég er betri manneskja með því að þú veist, taka einhverju töflaðinu fyrir svo að það er til dælu létt val, sko. Já, einmitt. Frekar sjálf gefið. Akkurat, en eins og bara þetta með bara svona, minnst að setja svolítið í samhengi þú út í sveit að móka og svona, er það ekki líka einhvers konar þerapía fyrir? Jó, það, sko, en það er samt, sko, það er ekki leiðin að einhverju, veist, það er bara lífið sjálft, sko. Það er ekki það í móki til þess að mér líði betur þegar eftir það og fara að gera eitthvað og vera sterkari fórstjóri í næsta eitthvað. Það er bara að vera, móka, fylla skófluna. Og hefur farið eitthvað út í svona þú veist, hugleiðslu? Ég tóll ekki í því. Já, maður farið í jóga og næst svona app á síman og eitthvað svona. Akkurat. Svo má maður ekkert vera að því að nota þetta. Einhvern veginn er það þannig að maður lætur heldur mæta afgangi sjálfa sig. En ertu með eitthvað svona, þú veist, er eitthvað lykilatriði fyrir því? Ég meina, verður að hreyfa þig, verður að ná svefni, verður að ekkert. Bara hafa gaman að því sem þú gera? Já, just, ég borða bara sem ég vil og fyrir rektin ef ég tíma og Þú ert þetta í góðu standi? Ekkert, já. Mjög, þegar þú labbaðir þetta inn, ég sagði, er ok? Gæna fit. Nei, takk fyrir það. Nú ekki slemma sjálfur. Já, þetta er gott. Ég kann líka meta þessu umræðu. Það er gott að ég finnst þetta, sko, fólk er 360 gráður og það er mjög auðvelt að fá fólk inn og spyrja út í það sem að það er stoltast af og reykja af því að gera og hvort sem að tengist eins og peningum og svona. Og eins og bara þegar ég, þú veist, var að fletta þér upp og Reynir Finndal setur milljarð í Arion banka, þú veist, jú, ég hef alveg vinir sem eru mjög hagfræð og viðskiptaþengjandi sem varst snillt að fá að heyra hvað máli væri. En svona, þú veist, hvað er í hináttina frá þessu? Og það er oft það sem er svona aðeins minna, fólk er minna gæmt á að tala. Og þá oft kannski upplifa maður sig öðruvísi þegar manni líður einhvern veginn líður illa. Það er enginn að tala um það. Sko, flestir þú veist, lífið er bara svolítið mikil áskorun og það er ekkert að vera léttara með tímanum, sko. Ég er svo nægilega fegin að ég er ekki ungur í dag. Með allt þetta þessar myndavélar allstaðar og samfélagsmiðlana og svona þeir sem eru viðkvæmir óöryggir og eitthvað svona það er rosalega erfitt fyrir þá að horfa á allt þetta í kringu sig en sko ég get alveg sagt þér, sko, að þeir sem eru svona í einhverjum lykilstöðum þeir eru, sko, ekki minna en þverskurði þjóðarinnar að díla við andleg vandamál hvað sem að þeir þurfa að vera í sálfræði meðferðu með handleiðslu eða hjá geðlæknum eða við sem að kaupum fyrir milljarði Arion, við erum ekkert þú veist, betri eða verri en aðrir, sko, þú veist,
hvernig okkur líður eða hvað okkur finnst sjálf okkur. Einmitt. Og þess vegna þetta svo galinn mælikvarði á velgengni að hafa bara sem peninga. Það mjög vondur mælikvarði. Og það hægt að græða peninga á máta, ég ætla ekki að segja slæmanhátt, en kannski eitthvað þú fórnar fjölskyldutengslum, andlegri heilsu eða gerir eitthvað á hlut annars. Sko, ef vill nota peninga sem einhverjum mælikvarð, þá ættir frekar að fara á hinnendan og segja hvað menn að gefa þeim. Þá færðu svolítið áhugaður mynd, sko. Hefur gefið mikið af þínum peningum? Já. Annað en til besta vinaðin sem að fjárfesta þig? Ég, ekki gefið honum, sko. Já, við erum búin að reka skóla, til dæmis í Afganistan, byggja skóla í Afríku og við settum 50 milljónir í eitt verkefni í fyrra. Ég er búin að giska svona, ég veit ekki, 200 milljónir eitthvað sjálfur. Já, milljónir, eða meira, ég veit ekki. Ég hef ekki haldið sérstaklega utana og ekki verið svo mikið að gera úr því, sko. Nei. Það er hins vegar þannig að ég er svona aðeins meira að gera það því að það hefur áhrif á aðra. Það aðri sem að geta gert meira. Íti við þeim? Já. Já, við settum 5 milljónar hann í rampa með Halla í Ueno. Einmitt. Römpum upp Reykjavík? Nei, nú ætlum við að rampa upp landið. Já, það er búið að stekka. Já. Síðan verður þú byrjað að rampa upp Vestur Afríku og Úkraínu. Ekki ég, Halli, sko. Ég get kannski hjálpa honum, en hann er rampkalli, sko. En já, það var gott. Og gott að geta skilað. Skilað? Já. Það er gott orðið yfir þetta. Já. Ég hefði margar sem skila engu og reyna að spara eins mikið í sköttum og að geta og ég hefði getað það hressilega. Halli einmitt líka. Flutt úr landi og færtlegu heimili og eitthvað. Ég ekki trú á karma. Hef ég? Hefur ekki trú á þessi? Jú. Ég held að... Við erum að gera það. Má líka hafa svona bara blindatrú. Bara ekkert að endilega... Já, karma er bara svo gott svar við svona sjálfhverfinni, sko. Það neyðir þið svolítið til þess að gera eitthvað fyrir annan. Svo kemur fyrir, sko, þér finnst þú þurfa að vera verkfæri karma, sko. Bæði þegar einhver gerir gott. Veist, eins og ég var í Kíef, ég sá betlara vera að gefa öðrum betlara peninga. Þá tækifæri og fór og gaf hennar betlaran sem gaf fullt í viðbót, sko. Já. Þú veist, svo leis. Það var gott. Svo stundum þetta að vera leiðileg einhvern veginn þegar hann leiðilegur. Eða frekur. Það er líka, einhvern veginn að gera það. Þú hefur tekið frekjukast á einhverjar frekur. Já. Þú ert settur á sig bara til að jafna út. Þú ert bara svona ballan, þú ert equalizerinn, sko. Nei. Að sömu leita því að mér finnst ég vera rosalega, sko, miðlungs alltaf. Meðaltals, þú veist, hár, meðaltals sterkur, meðaltals klár, allt, einhvern veginn. Kannski balans segir það þannig, sko. Svo segir einhver einn, þetta er miskilningur, sko. Þú veit ekki, en þú veist, kannski ertu sérstakur með því að vera venjulegur, sko. Í heimi þessum fæstir það. Einmitt. Ég held að við sem komum að loka orðunum. Það var bara frábært að spjalla við þig. Takk fyrir að koma, takk fyrir að gefa þig tíma í þetta. Og ég veit þú ert ekki hættur, þannig ég bara hlakka til að sjá hvað þú gerir næst og hversu mikið þú getur gefið viðbót. Ok. Óskar, tegana. Vístilega. Eins og ég stundum sagt við krakkan mína, haldið ég þóri þessu. Alltaf, já pabbi, ekki gera þetta. Við höldum á þóri þessu. En eða nei, ég kemur, þá lætur við það.
Reynir Fyndal Gretarsson, takk kærlega fyrir spil. Takk sem leys.